Kæru sveitarstjórnarfulltrúar, sveitarstjóri, starfsmenn fundarins og aðrir áheyrendur. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin til þessa fundar í sveitarstjórn Borgarbyggðar nr. 214 og segi fund hér með settan. Til fundarins eru mættir aðalmenn, Guðveig Eyglódóttir, Davíð Sigurðsson, Sigrún Sjöfn Ámundadóttir, Silja Eyrún Steingrímsdóttir, Magnús Mári Snorrason, Guðmundur Freyr Kristbergsson og sú sem hér talar Lilja Björg Ágústsdóttir sem einnig stýri fundi. Varamenn að þessu sinni eru Friðrik Aspelund og Kristín Erla Guðmundsdóttir, í fjarveru Halldóru Lóu og Finnboga Leifssonar. Starfsmenn fundarins að þessu sinni eru Þórdís Sif, sveitarstjóri, og Flosi Hrafn Sigurðsson, sviðsstjóri sem einnig ritar fundargerð. En þá okkur ekkert að vanbúnaði. Það liggur fyrir dagskrá í 32 liðum og það skýrsla sveitarstjóra sem fyrst á dagskrá að venju. Gjör svo vel, Þórdís. Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, ég ætla að fara hér með skýrslu sveitarstjóra á 214. fundi sveitarstjórnar, en þessari skýrslu ætlað að varpa svona ljósa á helstu málefni sem eru til umræðu eða í vinnslu hverju sinni og ágætis yfirlitsplagg. Ég ætla að byrja á því sem kannski svona það nýjustu upplýsingarna sem við erum með, en það vegna hættustigs, vegna hættu á gróðuröldum. En það ekki útlit fyrir almennilega rigningu sem hefur eitthvað að segja næstu vikurnar og ástand gróðrar því mjög alvarlegt. Hættustigi hefur lýst yfir vegna hættu á gróðuröldum. Það bannað að hafa opin eld utandyra og því bannað að kveikja eld, nota grillin sín og kamínur. Við verðum öll að taka þátt í þessu verkefni og vara okkur á þessari hættu sem opin eldur getur leitt af sér fyrir gróðurinn okkar. Einnig þarf að huga að brunavörnum og bleyta gróður í kringum húsin sín og þá það sérstaklega beint til þeirra sem eru með mikinn gróður í návígi við húsin og sumar húsaeigendur þar kannski helst. Við þurfum að vera duglega að upplýsa fólk þetta, fræða og koma gögnum á framfæri við sem flesta. En að því loknu þá ætla ég að fara aðeins yfir fjármálin. Ársreikningur sveitarfélagsins fyrir árið 2020 verður tekinn til annar umræðu á þessum fundi en á síðasta fundi var gerð grein fyrir honum. Það mjög ánægjulegt að sjá hvað reksturinn kemur vel út og tekjur voru hærri heldur en áætlaðar var og rekstrarkostnaður lægri. Niðurstaða ársreiknings því jákvæð. Og það mjög ánægjulegt miðað við áætlanir. En eins og fram kom á síðasta sveitarstjórnarfundi þá þarfnast sérstaklega athygli að framkvæmdir ársins voru 250 milljónum yfir áætlun. Á sveitarstjórnarfundi fyrir mánuði síðan bar sveitarstjórnarfulltrúi upp fyrirspurn þar sem hann óskaði eftir útlistun á því hvers vegna fjárfestingar í skólahúsnæðinu við grunnskólanum í Borgarnesi hafi farið svo mikið fram úr þeim áætlunum sem voru gerðar og voru samkvæmt fjárfestingaráætlun. Við erum að vinna að því að bera saman áætlunum við verkið, eftirlitsaðila með verkinu og bókhald Borgarbyggðar, en það einhver mismunur þar á. Við erum að reyna að greina þessi frávik og ætlum að taka samantekt vegna þessa sem mun varpa ljósi á þennan mun. Sú samantekt verður bara tilbúin á næstu dögum eða vikum. Það töluverð vinna sem þarf að fara þarna fram en vonandi getur hún klárast sem fyrst. Og í tengslu við þetta þá nefndi ég líka á síðasta fundi að við erum að vinna nýja verkferla vegna framkvæmda á vegum sveitarfélagsins. Enda nauðsynlegt fyrir okkur að koma í veg fyrir það sem gerðist á síðasta ári geti endurtekið sig. Þegar hefur verið gripið til ýmissa aðgerða til þess að koma í veg fyrir álíka frávik og það kom meðal annars inn á það á síðasta fundi. Þeir verkferlar sem við erum að vinna að núna til þess að bregðast við þessu og til þess að liggja alveg ljóst fyrir hvernig verkefni eiga að vera unnið,
þá er verið að klára í rauninni staðfestingu á verkferlum viðaukagerð í samræmi við best practice stefnu sveitarfélaga og þá kemur bara skýrt fram í þeim verkferli hvernig skuli fara með verkefni sem vilji til þess að fara í eða sem lítur út fyrir að fari umfram fjárhagsáætlun. Og þá er rauninni bara ákveðið ferli sem fer í gang. Við erum nú byrjuð aðeins að vinna eftir því og við höldum þeirri vinnu áfram og það skerpist og skýrist þegar verkferillinn verður samþykktur. Annar verkferill sem við erum að vinna vegna framkvæmda á vegum sveitarfélagsins. Þar erum við að skilgreina verkferill frá því að verkefni hefst eða verkefni frá hugmynd að enda, að úttekt. Og þetta ætlað til að tryggja vönduð vinnubrögð með skýru hlutverki hvers aðila sem koma að verkefninu og ábyrgð hvers aðila. Stytting vinnuvikunar tók gildi 1. maí hjá vaktavinnufólki og í Borgarbyggð eru 2 vinnustaðir sem að falla undir styttingu vinnuvikunar hjá vaktavinnufólki. Það búsetuþjónustan og síðan íþróttamiðstöðin en meiri hluti starfsfólks í íþróttamiðstöðunar falla undir það. Markmið styttingar vinnuvikunar mjög göfugt og vonandi getur það orðið til þess að bæta áhuga fólks á þessum störfum. En markmið í rauninni að stuðla betri heilsu og öryggi starfsfólks og þjónustuþega sem og að auka jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Samhliða styttingu vinnuvikunni voru gerðar alls konar breytingar á launamyndun og þáttum. Það vaktaálag, það var hækkað og vaktakvatar hækkaðir og reglum hversu marga vaktir máttu taka í einu, þær voru í rauninni skýrðar. Og eins og ég segi þá vona ég bara sannarlega að þessi markmið náist. Það að það náist stöðugleiki í mönnun og störf í vaktavinnu verði eftirsóknarverðari. Nokkur kostnaður hefur hlotist af þessum breytingum. Það ekki hægt að tilgreina nákvæmlega eins staðan í dag þar sem mjög erfitt hefur verið að teikna vaktinar inn í fyrirkomulagið. En það það bil, þetta eru 1-2 stöðugildi samtal sem við erum að ræða. Til þess, eða með vísan til þessa, þá í rauninni auðveldara eða einfaldara að raða inn í vaktafyrirkomulagi í búsetinu þar sem það sólarhringsþjónusta heldur en í sundlaugin í Borgarnesi, eða íþróttamiðstöðin í Borgarnesi. Og vegna þessa þá var tekin ákvörðun í byggðarráði í síðustu viku að stytta opnunartíma sundlaugar í Borgarnesi 30 mínútur. Þannig að sundlaugin myndi opna kl. 6:30 á virkum dögum í staðinn fyrir 6, en íþróttasalinir myndu halda áfram að opna kl. 6. Nokkrar athugasemdir hafa verið gerðar við þessa breytingu og mun sveitarstjóri funda með áriðslum sundlaugargestum í næstu viku til að kynna betur málið og eiga samtal með þeim. Byggðarráð hefur samþykkt taka þátt í átakinu Hefjum störf þar sem sveitarfélagið fær styrk til þess að ráða atvinnuleitendur sem hafa verið atvinnuleysiskráðir 24 mánuði eða lengur. Og við tókum einnig ákvörðun að taka þátt í átakinu Sumarstörf fyrir námsmenn 18 ára og eldri og jafnframt að auglýsa störf fyrir 17 ára ungmenni til þess að þau hefðu jafnframt möguleika á störfum. Störfin eru núna auglýst á heimasíðu Borgarbyggðar og hvetjum við ykkur til þess að kynna ykkur þessi fjölmörgu störf sem í boði. En skemmst frá því að segja að það hafa ekki borist margar umsóknir og sjáum við núna á Facebook síðum margra fyrirtækja verið að auglýsa eftir starfsfólki. Þannig að það virðist vera frekar skortur á starfsfólki heldur störfum. Á dagskrá fundarins verður þjónustustefna Borgarbyggðar tekin til afgreiðslu. En í byrjun árs 2020 þá gerðum við þjónustustefnu. Og ég greini kannski aðeins frá því bara eftir hvernig hún var unnin og markmiðum hennar. En þetta virkilega ánægilegt skref sem við förum yfir á eftir. Húsnæðismálin eru ofarlega á baugi hjá okkur eins og hafa verið undanfarna mánuði. Við munum halda vinnufund sveitarstjórnarfulltrúar og sviðsstjórar og sveitarstjóri í næstu viku væntanlega, þar sem meðal annars verður rætt
Brákabraut 25-27 og húsnæðismál Öldunar. Það svo fátt eitt sér nefnt. En það hefur verið ákveðið að opna dósamóttökuna tímabundið með því að hafa gám á Sólbakka, en það verður auglýst síðar hvernig það verður þegar aðstæðan tilbúin búið að ákveða að opna tíma. En ég veit að geymslur og svalir og alls konar skúmaskot hafa verið að fyllast af dósum og flöskum hjá fólki og þökkum við biðlundina. Samstarf safna er núna að hefjast og lítur út fyrir að það verði sameiginlegur aðgöngumiði í Snorrastofu landbúnaðarsafni á Hvanneyri og safnahúsið í Safnahús Borgarfjarðar. Þar sem að ef þú kaupir inngang á eitt safnið þennan dag þá færðu að fara á hinn söfnin sama dag. Nánari útfærsla verður kynnt síðar. En jafnframt hefur verið óskað eftir fundi við menntamálaráðherra vegna varðveislu seturs Vesturlands í Borgarbyggð. Úthlutun lóða og lóðablöð eru í fullum gangi en á síðasta fundi byggðaráðs var úthlutað nokkrum lóðum og eru við í rauninni að vinna töluvert í því að undirbúa fleiri lóðir fyrir úthlutun. Markaðsstefnumótunin, ég fór aðeins yfir það í síðustu viku, upptökur og myndatökur eru hafnar fyrir markaðsherferðina og þar sem við erum að leggja áherslu á að kynna sveitarfélagi sem vænan búsetukost og áfangastað fyrir innlenda og erlenda ferðamenn. Vonandi fer vinnslan bara fljótt á stað og við förum að sjá árangurinn fljótlega, en að ræða bæði innri og ytri markaðsherferð og verið kynningarefni sýnilegt í prent- og ljósvakamiðlum og netmiðlum landsins. Að lokum langar mig bara að þakka öllum þeim sem tóku þátt í plokkdeginum í apríl. Það var gríðarlega mikill munur á svæðinu okkar og sveitarfélaginu okkar og það væri gaman að sjá eitthvað svona álíka dag þar sem við erum bara að hreinsa til í garðinum okkar, gangstéttum og bílastæðum. Þar sem við tökum kannski bara svona átak og gerum þetta saman. En kæra þakkir. Takk fyrir þetta, Þórdís. Þá vindum okkur bara yfir í lið númer 2 á fundadagskrá, en hann ber heiti Ársreikningur 2020 og er númer 2012-131. En undir þessum lið er Ársreikningur Borgarbyggðar 2020 lagður fram til síðari umræðu í sveitarstjórn. Með ársreikningnum fylgir sundurliðunarbók, skýrsla endurskoðenda og ábyrgðar- og skuldbindingayfirlit. En að öðru leyti vísa ég bara til fyrri umræðu þess sem að framkom þar og gefa orðið laust ársreikning sveitarfélagsins fyrir árið 2020. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Forseti, ágæta sveitarstjórn. Mig langar að spyrja út í lið 8 í ársreikningnum, 8b. Ég sé að það voru breyting á milli umræðina. Það hefur lækkað einhverja 30 milljónir fjárfesting í skólahúsnæði frá fyrri umræðu með bara sem stenst ekki allavega miðað við þau gögn sem ég fékk send frá fjármálastjóra og sveitarstjóra í vikunni. Með bara fá skýring á þessu. Takk fyrir þetta, Davíð. Ég gef orðið laust aftur ársreikning sveitarfélagsins. Guðveig, Lind hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Guðveig. Já, forseti og fundamenn, það er svo sem ekkert við miklu að bæta varðandi ofan á þær umræður sem áttu sér stað á síðasta fundi, en mig langaði til þess að spyrja endurskoðunarskýrslan, það voru drög sem lágu þarna inni allan þegar ég kíkti inn í gærkvöldi, en það voru komin lokaskýrsla núna. Ég hef bara ekki haft tíma til þess að kynna mig þá skýrslu á svo skammum tíma hvort að það sé einhverjar breytingar
þar inni sem að hafa orðið á milli umræðna. En annars í rauninni má segja það að við sjáum það að COVID hafði ekki áhrif á rekstur sveitarfélagsins með neikvæðum hætti eins og við óttuðumst kannski, og það er bara ánægjulegt að svo skyldi vera, og við sjáum það meðal annars í því að rekstrakostnaður eðli málsins samkvæmt var lægri, bara við samfélagið fór í dvala og eðlilega var rekstrakostnaður stofnana þá lægri í tengslu við það. Það sem mér langar kannski bara til að taka sem kom fram í skýrslu sveitarstjóra varðandi þessar 250 milljónir sem var farið fram úr í framkvæmdaáætlun á síðasta ári, að það er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur sveitarstjórnarfulltrúa að það sé farið vel ofan í þetta, og það verður að segjast að það er óþægileg tilfinning sem fylgir því að við séum ekki ennþá búin að átta okkur á því hvers eðlis það er eða hvernig það hafi komið upp eða hvað gerðist, af því að við gerðum eins og hefur komið fram viðauka í september 2020 og svo á þessum skamma tíma þá bætist þetta við, og nú er komið fram í maí og í rauninni liggur ekki ennþá fyrir hvað það er sem að, ég geti bara nota orðið, hvað er það sem gerist, og þessna vil ég bara leggja höfuð áherslu á að það sé gríðarlega mikilvægt að við fáum bæði ekki bara skýr svör fyrir okkur sem störfum í sveitarstjórn og berum ábyrgð á fjármáli sveitarfélagsins, heldur líka fyrir íbúa sveitarfélagsins. Og að það sé, þá við getum tryggt að þetta geti hreinlega ekki gerst aftur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðveig. Ég gef orðið laust að nýju. Þórdís Sif, sveitarstjóri beðum orðið. Gjörðu svo vel, Þórdís. Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar. Þessar breytingar eru búnaður upp á 18,7 milljónir í grunnskóla Borgarnes og 11,2 í Hnoðrabóli, en það er skýringar aðeins neðar í sömu skýringu, það er komið inn á þetta þar. Varðandi það sem þá greiningu eða það sem við erum að greina núna varðandi þessa framúrkeyrslu eða það sem breyttist, og ástæðan kannski fyrir því að það er ekki ljóst hvað í hverju það liggur. Nú er eftirlitsmaðurinn komið með alla reikninga sem að borist af sveitarfélaginu vegna verksins og er að yfirfara þá til samanburðar við verkskjalið sitt og stöðuna sína til þess að átta sig á því hvaða reikningar það voru sem fóru ekki til samþykktar hjá honum og hvers vegna og hvað þeir vörðuðu. Við erum sérst að reyna að átta okkur á þessu misræmi. Það eru svona ákveðinir þættir sem það virðist ekki hafa farið rétt inn í fjárhagsáætlun, sú fjárhæð sem átti að áætla samkvæmt eftirlitsmanni. En hvernig stóð á því eða hvort að upplýsingarna hafi komist nógu vel til skila liggur ekki ljóst fyrir, og við erum náttúrulega reyna að skýra það. Og það er annað sem við þurfum líka að gera, við þurfum að leggja meiri vinnu í fullnaðarhönnun áður en framkvæmd fer af stað og tryggja að kostnaðaráætlun sé ítarleg og vel skilgreind og betur gerð grein fyrir svona ófyrirséðum kostnaði. Við þurfum að vinna í rauninni svolítið betur í undirbúningi mála áður en þau koma til, og að einhver leyti skilst mér að það hafi verið fjármagn sem hafi verið sett inn í áætlunina eða verkáætlunina eftir að það er búið að bjóða út. En við erum bara að reyna að greina þetta og munum segja frá öllum þeim þáttum sem þetta varðar þegar að þeir liggja ljóst fyrir. Varðandi það hvort að drögin það hafi verið orðið breytingar á drögunum
á endurskoðunarskýrslunni, engar breytingar nema það bara búið að taka út drög til þess að loka eintak endurskoðunarskýrslunnar liggi fyrir fundinum í dag. Takk. Takk fyrir þetta, Þórdís. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Forseti ætlar að taka örstutt til máls undir svona lið og ég tek í rauninni bara undir það sem hefur kom fram í máli Guðveigar áðan. Þetta í rauninni kemur svolítið svona óvænt upp kannski, þetta gat, og við leituðumst við að taka saman svona þær skýringar sem liggja fyrir á þessum tímapunkti og settum saman smá bókun varðandi það, bæði það sem að En ég ítreka það sem kom fram áðan, það úttekt á því í gangi nákvæmlega hvað það var sem að fór úrskeiðis og við fáum niðurstöður og þeirri vinnu mjög fljótlega þegar verið búið að fara yfir verkáætlun og stöðu reikninga á verkinu. Og í kjölfarið af því verðum við bara ákveða hver næstu skref eru, en það nú þegar búið að stíga ýmis skref til þess að reyna að lagfæra og opna þessa verkferla betur og setja svona þéttari ramma utan um vinnuna, þannig að bæði kjörnir fulltrúar og starfsmenn séu betur upplýstir á meðan að ferlið í gangi og þetta náttúrulega miklu fjármunir undir í svona verkefnum, það alveg á hreinu. En forseti leggur fram eftirfarandi bókun. Ljóst að framkvæmdir við grunnskólann í Borgarnesi fóru töluvert fram úr áætlun árinu 2020. Margar ástæður liggja að baki. Til viðbótar atriða lúta að framkvæmdinni sjálfri, til dæmis viðbótarkostnað vegna ástand hússins sem var verra en lagt var upp með í upphafi, hefur líka komið í ljós að misræmi milli verkbókhalds eftirlitsaðila og bókhalds Borgarbyggðar og nú unnið að því að bera saman áætlun fyrir verkið, yfirlit eftirlitsaðila með verkinu og bókhald Borgarbyggðar til að finna frávikin og greina þau nákvæmlega. Niðurstöður úr þessari vinnu ættu að liggja fyrir á næstu vikum. Eins verið að greina þá galla sem urðu í hönnun og urðu til þess að kostnaður jókst og hvar ábyrgðin liggur varðandi það. Vonir standa til að kostnaður við framkvæmdina geti lækkað þegar þessari yfirferð lýkur. Eins hefur komið í ljós að fjárhagsáætlun fyrir 2020 var ekki í samræmi við kostnaðaráætlun í verkinu. Gera hefði þurft ráð fyrir hærri upphæðum í verki við gerð fjárhagsáætlunar, leggja hefði þurft meiri vinnu í fullnaðarhönnun áður en framkvæmd fór á stað til að tryggja að kostnaðaráætlun væri ítarlegri og betur gert ráð fyrir ófyrirséðum kostnaði. Enn fremur ljóst að herða hefði þurft á eftirliti með að reikningar fari allir í sama ferli, þeir séu samþekktir af faglegum verkefnastjóra, skráðir í verkstöðubókhald og bornir saman við framvindu, útboð, kostnaðaráætlun og fjárhagsáætlun. Af þessu má vera ljóst að það verklag sem hefur verið viðhaft í þessari framkvæmd krefst þess að farið verði í gagngera rýni á því hvar skekkjurnar liggja og hvar úrbóta þörf þegar kemur að framkvæmdum á vegum sveitarfélagsins. Eins og hér hefur komið fram sú vinna í fullum gangi, en auk þess hefur sveitarfélagið nú þegar gert töluverðar breytingar til að bæta gæði eftirlits og innkaupa. Til dæmis framkvæmd frávikagreining í rekstraráætlun og fjárfestingaráætlun og í tengslum við hverja fjárfestingu á vegum sveitarfélagsins. Frávik milli fjárfestingaráætlunar og rauntalna verði leidd út með formlegum hætti og tekin saman skýringar vegna þeirra. Þetta í samræmi við athugasemd endurskoðanda sem kom fram í skoðun og innra eftirliti og fjárhagskerfi sveitarfélagsins árið 2020. Samþykki eftirlitsmann á reikningum frá verktöku skulu fylgja reikningum þegar reikningar eru bókaðir og vistast með reikningum í fjárhagskerfi sveitarfélagsins. Sé samþykki eftirlitsmanns ekki á reikningi sem fylgir stærri framkvæmdum ekki hægt að bóka reikningin. Þetta í samræmi við athugasemd endurskoðanda sem fram kom við skoðun og innra eftirlit og fjárhagskerfi sveitarfélaga 2020. Með skipulagsbreytingum var aðskilnaður á milli starfa aukinn. Nú fjármálasvið sérsvið og fer það fram bókun og greiðsla á reikningum sem sveitarfélaginu berast. Með þessari breytingu því ekki sömu aðilar sem sjá pöntun á vöru, samþykkt reikninga og greiðslu þeirra. Þetta í samræmi við athugasemd endurskoðanda sem fram kom við skoðun og innra eftirliti og fjárhagskerfi sveitarfélaga 2020. Þá hafa verið settar innkaupareglur þar sem búið að setja ramma utan um innkaup skýrður og settur fram viðmiðunarfjárhæðir vegna viðskipta eftir ólíkum leiðum. Þá hefur verið stofnað teymi utan um fjárfestingaráætlun sveitarfélagsins sem fer reglulega yfir stöðu framkvæmda og viðhalds, bæði fjárhagslega stöðu þeirra og verklega. Teyminu ætlað að fylgjast með
að kostnaði sé haldið innan áætlunar, að stöðva framkvæmdir ef líklegt að kostnaður verði hærri en áætlað var, upplýsa byggðaráð og gera tillögu viðauka við fjárhagsáætlun sé það talið nauðsynlegt. Og nú unnið að gerð nýs verkferils framkvæmdir sveitarfélagsins, en með þeirri vinnu ætlað að tryggja vönduð vinnubrögð við kostnaðaráætlun, útboðsgerð og samningagerð þannig að verkefni sé vel skilgreint frá upphafi. Að tryggja að fjárhagsáætlun sé í samræmi við kostnaðaráætlun og fjárþörf verkefna, skýra hlutverk og ábyrgð byggingarnefnda, starfsmanna byggingarnefnda, faglegs verkefnastjóra og eftirlitsaðila og sviðsstjóra. Skýra hvernig eftirlit með framkvæmdum og framkvæmdakostnaði skuli háttað. Skýra viðbrögð ef óskað eftir viðbótarverkum, hönnun eða búnaðarkaupum eftir að fjárhagsáætlun og kostnaðaráætlun verks liggur fyrir. Skýra þarf viðbrögð ef það stefnir í að framkvæmd fari fram úr áætlun og skýra þarf heimild starfsmanna til að óska eftir breytingu á verkum. Upplýsingagjöf fyrirhugaðar framkvæmdir frá faglegum verkefnastjóra framkvæmda til sveitarstjóra, sviðsstjóra fjármálasviðs og sviðsstjóra stjórnsýslu og þjónustusviðs. Bókun lýkur. Eins og heyra má á þessu að þá hefur ýmislegt verið gert og það ennþá verið að vinna mjög skipulega að því að ná utan verkefnin og skilgreina alla þessa ferla betur til að koma í veg fyrir að eitthvað þessu líkt komi upp aftur. En að því sögðu gef ég orði laust ársreikning sveitarfélagsins. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. En þá ætla ég að biðja þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomin ársreikning fyrir árið 2020 vinsamlegast að gefa merki. Og hann samþykktur samhljóða. Og þá vindum við okkur yfir í 3. lið á fundardagskrá, en hann ber heiti viðauki við fjárhagsáætlun 2021 og númer 21.02.077. Þar lögð fram tillaga að viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2021 og í tillögunni gert ráð fyrir 30,9 milljóna króna hækkun launakostnaðar í nokkrum deildum, en á móti kemur lækkun 15 milljónir króna á launakostnaði sem áætlaður var í óreglulega liði. Gert ráð fyrir hækkun á viðhaldskostnaði grunnskólans á Kleppjárnsreykjum 21,5 milljón og annar kostnaður vegna húsnæðis sveitarfélagsins aukist 7,6 milljónir. Framlag til landsmóts UMFÍ 50 ára plus verður 1,8 milljón og greiðsla vegna samnings við Kvikmyndafélag Borgarfjarðar 1 milljón króna. Kostnaður við aðra liði hækkar 5 milljónir og vaxtakostnaður eykst 1,6 milljón. Gert ráð fyrir að rekstrarhalli verði á árinu sem nemur 9,5 milljónum. Áætlun vegna framkvæmda við grunnskólann í Borgarnesi hækkar 17 milljónir og framkvæmdir við götur, gangstéttir og stíga hækka 8,5 milljónir. En á móti kemur að gert ráð fyrir 4,5 milljón króna lækkun á viðhaldsliðum í sömu málaflokkum og reiknaði með að lækkun á tekjum á gatnagerðargjöldum 5 milljónir króna. Þar sem ákveðið var að gefa 50% afslátt að gefa 50% afslátt af gjaldskrá árinu 2021. Gert ráð fyrir nýrri lántöku fyrir 50 milljónum króna og að handbært fé A og B hluta samstæðuna lækki 33,7 milljónir og verði 267,7 milljónir í árslok 2021. Að því sögðu gef ég orði laust og Guðveig Lind við biðjum orðið, gjörðu svo vel Guðveig. Já, forseti og fundamenn. Mér langar til þess að kveða með hljóðs undir þessum lið sem heitir viðauki við fjárhagsáætlun 2021 en við erum hér að fara að samþykkja viðauka upp á 51 milljón ríflega. Og í þeim viðauka innmitt eins og forseti sveitarstjórnar kom inn á áætlað 21,5 milljón í viðgerðir og endurbætur á Kleppjárnsreykjaskóla og 17 milljónir í viðbót við grunnskóla Borgarnes. Og mér langar því bara að spyrja að þessu tilefni því að við vorum einmitt að tala kostnaðaráætlanir og að það var unnið að því að koma í veg fyrir ófyrirséðan kostnað með því að fara í ítarlegt kostnaðarmat. Getum við þá
staðfesta hér að þessar áætlanir sem við erum að leggja hér, þessar auka 17 milljónir í grunnskóla Borgarnes og 21,5 milljón í Kleppjárnsreykja hafi verið unnið með þeim hætti sem að við erum að leggja upp með þessu unnið og það hafi verið gerð ítarlegt kostnaðarmat og við eigum ekki von á því að það komi í baki að okkur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðveig. Og forseti gefur orðið laust að nýju. Þannig að lið 3 á fundardagskrá. Þórdísi, við beðum orðið. Gjör svo vel, Þórdís. Forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, við sátum fund með eftirlitsmönnum þar sem að farið var yfir þau verkefni sem að átti eftir að klára við grunnskólanum Borgarnesi og samkvæmt hans kostnaðar áætlun sem er þá á þetta að vera rétt og varðandi Kleppjárnsreyki þá er þetta sú fjárhæð sem í rauninni er búið að kostnaði meta og á að vera fullnægjandi til þess að sjá að gera þær framkvæmdir eða það viðhald sem að búið er að ákveða að fara í. Þannig að svarið er í rauninni já. Takk fyrir þetta, Þórdís. Ég gef orðið laust að nýju. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og þá biður forseti þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framlagðan viðauka við fjárhagsáætlun 2020 vinsamlegast að gefa merki og viðaukinn er samþykktur samhljóða. Og við vindum okkur yfir í næsta lið á fundardagskrá, hann er númer 4 og ber heitið Húsnæðismál Ráðhússins og er númer 19.956, en það er að ræða afgreiðslu frá 559. fundi byggðarráðs Borgarbyggðar, en þar felur byggðarráð sveitarstjóra að fá ástandsskoðun á fasteignina Digranesgötu 2 í samræmi við tilboð og í kjölfar verði hönnun lokið í samstarfi við starfsfólk og kjörnafulltrúa. Enn fremur var sveitarstjóra falið að gera áætlun framkvæmdir, kostnað og flutninga ráðhúss í hið nýja húsnæði. Og byggðarráð samþykkti í kjölfarið leigusamning að Bjarnabraut 8 og er honum hér með vísað til staðfestingar í sveitarstjórn. Og byggðarráð samþykkir að fara í mótvægisaðgerðir sem lagðar eru til í húsnæði sveitarfélagsins að Borgarbraut 14 sem að kosta 1 milljón króna og vísar því einnig til staðfestingar hér í dag. Í kjölfarið fól byggðarráð sveitarstjóra að gera drög að viðauka við fjárfestingu og fjárhagsáætlun vegna húsnæðismála Ráðhússins sem lagður verði fyrir byggðarráð áður en hann verði staðfestur í sveitarstjórn. En ég gef orðið laust þennan lið á fundardagskrá. Það er enginn sem kveður sér hljóð. Jú, Þórdís, ef við beðum orðið, gjör svo vel, Þórdís. Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Við erum bara til þess að greina frá stöðunni, þá er verið að taka út þessa ástandið á Digranesgötu 2 og vonandi á húsnæðismálafundi sveitarstjórnar í næstu viku þá ætlum við að fá kynningu frá Eflu sem er að taka út húsnæðið. Það er ekki búið að klára úttektina og ekki skýrsluna en þetta er í vinnslu og vonandi kemur þetta ágætlega út. Við erum, meirihluti starfsfólks Ráðhússins er á Bjarnabrautinni og við höfum opnað þjónustuvöru okkar þar og fólk getur komið á Bjarnabraut 8 eða á erindi við okkur. En sjálfsögðu hvetjum við áfram til þess að nota stafræna miðla og símtöl. Annað í rauninni var það ekki. Kærar þakkir. Takk fyrir þetta, Þórdís. Davíð Sigurðsson, við beðum orðið. Gjör svo vel, Davíð. Forseti, ágæta sveitarstjórn. Mótvægisaðgerðir upp á 1 milljón í Ráðhúsi Borgarbyggðar að Borgarbraut 14
hvað í hverju felast þessar mótvægisaðgerðir og eru þær nauðsynlegar þegar búið að flytja starfsemina úr húsinu og stendur til að flytja? Takk. Takk fyrir þetta, Davíð. Forseti gefur orðið laust að nýju undir þessum lið. Þórdís hefur beðið að veita andsvör við þessu. Gjörðu svo vel, Þórdís. Já, sveitarstjórnarfulltrúar og forseti. Það sem að mótvægisaðgerðirnar þýða alþrif. Þar sem að það rauninni ennþá á þriðju hæðinni, það verður gerð alþrif á þriðju hæðinni og þar sem að við erum ennþá að funda í fundarsölunum til þess að rauninni hreinsa þá þau gró sem að voru til staðar. Einnig voru fengin lofthreinsitæki inn á skrifstofur og þetta var rauninni áður en að við fluttum en þau lofthreinsitæki eru nýtt upp á þriðju hæð. Þannig að, og svo eru aðra mótvægisaðgerðir bara að loftræsta reglulega en þessi alþrif eru svona gríðarlega öflugar efnasprengjur sem eru settar inn í rýmið. Takk fyrir þetta, Þórdís. Orðið laust. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. Það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir framlagðan leigusamning Bjarnabraut 8 og staðfestir heimild til þess að ganga í mótvægisaðgerðir fjárhæð 1 milljón króna vegna Borgarbrautar 14. Og bið ég þá sveitarstjórnarfulltrúa sem staðfesta framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Hún samþykkt samhliða. Og þá förum við yfir í lið 5. Hann ber heiti starfsmannahandbók og er númer 19.02.108. Þar að ræða afgreiðslu frá 559. fundi byggðarráðs og er framlögð þjónustustefna sem unnin út frá gildum sveitarfélagsins í starfsmannamálum. En það eru virðing, áreiðanleiki og metnaður. Leitað var til starfsfólks Borgarbyggðar áherslur í stefnunni sem var síðan sett saman af gæða- og mannauðsstjóra. Stefna var síðan send til rýningar hjá framkvæmdaráði, forstöðumönnum og starfsfólki. Markmið stefnunar meðal annars að þjónusta og viðmót starfsfólk endurspegli gildi í starfsmannamálum, auka traust íbúa á starfsemi sveitarfélagsins og efla jákvæða ímynd Borgarbyggðar. Og leggur byggðar á til við sveitarstjórn að þjónustustefnan verði samþykkt. Ég gef orðið laust þannig lið. Þórdís, beðum orðið, gjörðu svo vel, Þórdís. Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, mér þótti bara mikilvægt að koma inn og segja hvað þetta var skemmtileg vinna. Það komur rosalega mikið af góðum hugmyndum frá öllu starfsfólki, eða mörgum starfsmönnum, ekki öllu starfsfólki að sjálfsögðu, en það komu í rauninni bara grunnur inn í þjónustustefnuna kom frá starfsfólki og var sett saman af gæða- og mannauðsstjóra. Við erum á morgun að fara bara að setja smá vinnufund til þess að áætla hvernig við innleiðum þjónustustefnuna og hvernig við höldum svo áfram með þá mælanleg markmið og annað. Þannig að það sem það er ekkert máli raunin að setja stefnu, aðalmálið að fylginni og innleiðina og það erum við að fara að gera núna á næstu mánuðum og áætla hvernig aðgerðaráætlun í því. Þannig að þið munið vonandi ekki fara fram hjá ykkur. Takk. Takk fyrir þetta, Þórdís. Já, þetta er einstaklega ánægilegt skref held ég að þessi búið að stíga að þessi þjónustustefna liggi fyrir og það er mjög flott að sjá hvernig á að innleiða þessi gildi inn í svona alla þætti þjónustu og bara hvernig viljum við koma fram, hvernig viljum við að fólk sjáu stjórnsýsluna og sveitarfélagið. Þetta er bara mjög spennandi vinna, við erum gaman að fylgjast með henni í framhaldinu. En ég gef orðið laust að nýju. Magnús Mári, hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Magnús. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn. Ég ætla að taka undir jákvæð orði í garð þessara þjónustustefnu og þeirra vinnu sem er búin að vera í gangi með hana. Og bara, já, fagna þessu mjög. Ég held að þetta sé mjög jákvætt tæki til þess að koma áfram þeim
svona sjónarmiðum og í rauninu viðmiðum sem hafa verið sett undanfarna mánuði og jafnvel ár, vil ég leyfa mér að segja, sem hafa verið lengi talað og ég held að öll sveitastjórn standi á baki þessara markmiða sem eru í þessari þjónustustefnu og ég bara mjög jákvætt að geta séð þetta svona í þessu plaggi, tek undir það að þetta skiptir innleggingin sennilega mestu máli í þessu en bara þarna í rauninni komið fram mikið af þeim áherslumálum sem sveitastjórn hefur verið með á sinni dagskrá í þá nokkurn tíma og tengist bættu og breyttu verklagi og þú veist aukinni þjálfun og símenntun og stuðning við starfsfólk, aukna fagþekkingu og viðhalda henni, miðlun upplýsinga og samtali við íbúa og ýmislegt fleira sem við höfum svo oft talað hér sem skiptir máli í þessu öllu. Takk fyrir þetta, Magnús. Guðveig Lindu beðum orðið, gjör svo vel, Guðveig. Já, forseta fundarmenn, ég vil bara endilega taka undir. Það ánægjulegt að þessi starfsmannahandbók sé komin og ég vil langaði bara svona að nota tilefni og spyrja hvort það væri þá ekki örugglega búið að henda bókinni sem var sett á að fyrrum sveitarstjóra upp á kjörtímabilinu sem hann skráði dónaskap íbúa og hvort það væri ekki örugglega búið að farga þeirri skrásetningu og gera ráð fyrir að það ekki þörf á henni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðveig. Forseti þyrfti nú bara að láta kanna það mál nánar. En ég gef orðið laust. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. Þá bið ég þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna þjónustustefnu vinsamlegast að gefa merki og hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið 6 og hann ber heitið kosningar í nefndir og ráð 2021 og er númer 2102-067. Þar að ræða afgreiðslu 500. og 60. fundar byggðarráðs, en þar leggur byggðarráð til við sveitarstjórn að skipun stjórnar menningarsjóðs verði óbreytt. Stjórnin skipuð eftirtöldum aðilum, Brynja Þorsteinsdóttir sem formaður og aðrir nefndamenn eru Anna-Lísa Hilmarsdóttir, Jenny Lind Egilsdóttir, Jóhanna Möller og Margrét Vaxdóttir. Og ég gef orðið laust þessa tillögu. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá bið ég þá fulltrúa sem að samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Það eru 8 sem að kjósa með, þá bið ég þá sem á móti kunna vera að gefa merki. Einn fulltrúi situr hjá. En þá erum við komin að dagskrárlið númer 7. Það eru tilnefningar í fulltrúaráð Háskólans á Bifröst og hann er númer 2104-175. Það er líka að ræða afgreiðslu 560. fundar byggðarráðs. Þar leggur byggðarráð til við sveitarstjórn að tilnefna Guðveigu Eyglódóttur sem aðalfulltrúa fulltrúaráðs Háskólans á Bifröst til 2 ára og Friðrik Aspelund sem varamann fulltrúaráðs til 1 árs. Og ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá bið ég þá fulltrúa sem samþykkja tillögu byggðarráðs vinsamlegast að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið 8. Hann ber heitið aðalfundur reiðhallarinnar Vindás EHF frá 5. maí 2021 og númer 2104-173. Þar að ræða afgreiðslu af 561. fundi byggðarráðs og fjallar niðurfellingu skulda reiðhallarinnar Vindás EHF gagnvart Selási EHF. Ráðstöfunin hefur ekki áhrif á fjárhag Borgarbyggðar þar sem skuldin hefur þegar verið færð niður í bókum félaganna
og leggur byggðaráð hér með til við sveitarstjórn að heimila stjórn Reiðhallarinnar Vindás EHF að afskrifa skuld Selás EHF að fjárhæð 19,3 milljónir króna. Og forseti gefur orðið laust þennan 8. lið á fundardagskrá. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, en það hefur svo sem verið fjallað áður málið og þá bið ég þá sveitarstjórnarfulltrúa sem að heimila afskriftir skulda Selás EHF við Reiðhöllina Vindás EHF að fjárhæð 19,3 milljónir króna vinsamlegast að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá eru komin að 9. lið á fundardagskrá. Hann ber heiti Ísland ljóstengt, samningur 2021 og er liðurinn númer 21.05.009. Að ræða afgreiðslu frá 561. fundi byggðaráðs Borgarbyggðar þar sem ráðið leggur til við sveitarstjórn að samningurinn verði staðfestur. En ég gef orðið laust. Kannski svona til aðeins nánari útskýringar fyrir þá sem að hlusta, þá er þetta bara liður af verkefninu ljósleiðaravæðinguna. Það þarf að gera nýjan samning á hverju ári og nú er sérst verið að endurskoða og uppfæra samninginn. Davíð, gjör svo vel. Forseti, ágæta sveitarstjórn. Ef ég skil þetta rétt, þá erum við að fá hærri upp að þeim við gerum ráð fyrir í áætlun út úr þessum samning núna og það er bara ánægjulegt. En aðeins langaði mig bara að forvitnast hver staðan er á ljósleiðaraverkefninu og hvort það sé búið að nást gott samband við umsjónarmann verkefnisins. Takk. Takk fyrir þetta, Davíð. Ég gef orðið laust. Þórdísi hefur beðið orðið. Gjör svo vel, Þórdís. Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Þessi samningur það var gerður samningur við fjarskiptasjóð milli fjarskiptasjóðs og sveitarfélagsins 2019 styrk úthlutun til uppbyggingar ljósleiðarakerfis í dreifbýli sveitarfélagsins sem gildir til 2022, ársloka 2022. Og er þetta samningur sem er gerður árlega eins og hún Lilja nefndi áðan og er að þar sem að styrk úthlutunin var áætluð til nokkurra ára. Fjárhæð styrksins á árinu eru 180 milljónir rúmar, tæpar 181 milljón og samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef er það í samræmi við áætlun starfsmanns ljósleiðara kerfis okkar. Fulltrúi sveitarfélagsins eða ráðhús fundar reglulega með varðandi ljósleiðaraverkefnið, bæði á verkfundum og tekur aðra fundi, þannig að það eru mikil samskipti þar á milli núna. Og við ættum að taka bara fá hann inn á fund fljótlega hjá byggðaráði eins og við höfum gert reglulega. Þannig að ég legg til að við fáum hann inn á næsta byggðaráðsfund til þess að greina frá verkáætlun og stöðu málsins. Takk fyrir þetta, Þórdís. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Svo virðist ekki vera, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagðan samning vegna verkefnisins Ísland ljóstengt fyrir árið 2021. Og bið ég þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Ég samþykk samhljóða. Þá eru komin að lið 10. Hann ber heiti Hvalfjarðarsveit beiðni samning vegna barnaverndarþjónustu og annarra félagsþjónustu Borgarbyggðar og er númer 20.10.038. En þar liggur fyrir afgreiðsla 561. fundar byggðaráðs Borgarbyggðar þar sem ráðið leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlagðan samning við Hvalfjarðarsveit aðild að barnaverndarnefnd Borgarfjarðar og Dala til 2 ára. Og fól byggðaráð sveitarstjóra að kynna framlagðan samning fyrir öðrum aðilum.
Skorradalshrepp og Dalabyggð sem líka þiggja þjónustu hjá Borgarbyggð. Kannski aðeins til að bæta við þetta að þá hefur þetta samstarf bara gengið vel. Okkar starfsmenn eru ánægðir með inntakssamningsins og framkvæmdina í tengslum við samninginn eins og hann hefur verið núna síðustu mánuði, en það var gerður bara alveg sambærilegur samningur í styttri tíma sem þá að renna út, eða var að renna út núna mánaðamótin. Þannig að þetta í rauninni bara framhald af því og alveg sambærilegur samningur. En ég gef orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki framlaga samningu í Hvalfjarðarsveit aðild að barnaverndarnefnd Borgarfjarðar og Dala og bið ég þá sem samþykkja framkomna bókun vinsamlegast að gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá eru komin að lið 11 og fundardagskrá. Það annar samningur, samningur auknar eldvarnir og nr. 2105/017. Það að ræða afgreiðslu frá 561. fundi byggðarráðs. Þar sem byggðarráð samþykkir samkomulag samstarf aukningu eldvarna og innleiðingu eigin eldvarnaeftirlits í stofnunum Borgarbyggðar og felur sveitarstjóra að undirrita samkomulagið í kjölfarið. Og það liggur hér fyrir í dag til samþykktar og ég gef orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfesti framlagt samkomulag samstarf aukningu eldvarna og innleiðingu eigin eldvarnareftirlits í stofnunum Borgarbyggðar. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Hún samþykkt samhliða. Þá erum við komin að dagskrárlið 12 og hann ber heiti skólaakstur samningar 2021 og númer 2104/095. En þar að ræða afgreiðslu frá fundi fræðslunefndar Borgarbyggðar nr. 199. En nefndin leggur þar til að sviðsstjóra sé gefin heimild til að semja framlengingu á samningum 1 ár við þá aðila sem nú eru með samning og að tekin sé afstaða til þess hvort að bjóða eigi út aksturinn árið 2022 eða haustið 2022. Og nýjar reglur skólaaksturinn sé í vinnslu og eiga líka fyrir næsta haust. Ég gef orðið laust þannig leið. Magnús Mári, formaður fræðslunefndar, ætlar að kveða sér hljóðs. Gjör svo vel, Magnús. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn. Kannski svona aðeins að fylgja þessu hlaði, það sem sagt var komið tími á að taka afstöðu hvort að það eigi að bjóða út skólaaksturinn og það var nú farið mjög vel yfir þetta í minnisblaði sem að fylgir í gögnum málsins og svona, já, sem var gott og farið yfir það á fundinum líka bara hvernig svona þessu háttað hjá okkur. Þetta heilmikið mál, skólaaksturinn í svona sveitarfélagi. Það var lagt til að við myndum í rauninni ekki fara í útboð að svo stöddu. Við höfum heimild til þess að semja framlengingu á skólaakstrinum 1 ár og það eru rök sem að hníga því bæði vegna þess að við erum að endurskoða reglur skólaakstur. Það líka bara gott að hafa vaðið fyrir neðan sig, nægan tíma. Það líka verið að skoða það hvort að hægt sé að samþætta betur skólaakstur og almenningssamgöngur með það meðal annars að leiðarljósi að hægt verða að bjóða upp á ferðir fyrir menntaskólanemendur sem eru hér í Menntaskóla Borgarfjarðar. Sú vinna í gangi og lítur ágætlega út þannig að séð, þannig að það svona eitt og annað sem að svona styður það að við gerum þessa framlengingu og samningum að svo komnu, en mér langar til þess að óska eftir því að við tökum það bara hreinlega fyrir í byggðarráði að taka ákvörðun sem fyrst það að bjóða engu síður aksturinn út árið 2022
og þannig að það sé bara hægt að fara í undirbúning á því strax. Þannig að ég legg til að við samþykkjum það að veita sviðsstjóra heimild til þess að ganga til samninga næsta skólaár en að við förum svo í í útboð, skal ég ekki segja. Takk. Takk fyrir þetta, Magnús. Eru fleiri sem vilja kveðast hljóðs? Svo virðist ekki vera. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu fræðslunefndar framlengingu á fyrirliggjandi samningum skólaakstur. Sveitarstjórn felur byggðarráði að fjalla mögulegt útboð akstursins haustið 2022 og biður þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun vinsamlegast að gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 13 á fundardagskrá. Hann ber heiti Tungulækur L135168 framkvæmdarleyfi skógrækt og númer 2102-048. Þar að ræða afgreiðslu 24. fundar skipulags- og byggingarnefndar en þar leggur nefndin til að sveitarstjórn samþykki útgáfu framkvæmdarleyfis og felur skipulagsfulltrúa að gefa það út. Sérstaklega bent á að taka þar tillit til helgunarsvæða sem sé raflína og fleira við skipulag og gróðursetningu. En ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Kæru fundarmenn. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir útgáfu framkvæmdarleyfis vegna skógræktar við Tungulæk L135168 og bið ég sveitarstjórnarfulltrúa að gefa merki ef þau samþykkja bókunina. Hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 13. lið á fundardagskrá, 14. afsakið. Hann ber heiti Birkilíð 6-8, breyting á deiliskipulagi og númer 2102-061. Ræða afgreiðslu frá 24. fundi skipulags- og byggingarnefndar. Þar leggur nefndin til við sveitarstjórn að samþykkja óverulega breytingu á deiliskipulagi íbúabyggðar í Varmalandi, samanber 2005. Breytingatillaga var sett fram í greinargerð og uppdrætti dagsett 2.3.2021. Breytingin felst í því að lóð númer 6-8 við Birkilíð verði breytt úr parhúsalóð í einbýlishúsalóð og lóðina gilda þá skilmálar einbýlishús. Aðrir skilmálar gildandi deiliskipulags haldast óbreyttir og málsmeðferð verður í samræmi við 2. og 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga og tillögunni hér með vísað til sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi óverulega breyting á deiliskipulagi íbúabyggðar í Varmalandi við Birkilíð 6-8 samanber 2. og 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og bið ég þá fulltrúa sem samþykki framkomna bókun vinsamlegast að gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 15 á fundardagskrá. Hann ber heiti Bjarnastaðir L134637 og númer 2105-002. Þar liggur fyrir afgreiðsla 24. fundar skipulags- og byggingarnefndar en þar leggur nefndin til við sveitarstjórn að samþykkja nýtt deiliskipulag á bæjarstæði Bjarnastaða L134637 til auglýsingar. Lagður fram uppdráttur og greinargerð dagsett 3.5.2021. Deiliskipulag þetta tekur til 5,5 hektara svæðis til uppbyggingar á bæjarstæði jarðarinnar. Á skipulagssvæði eru fyrir 2 íbúðarhús ásamt landbúnaðarbyggingum. Fyrirhugað að bæta þar við íbúðarhúsi á nýrri lóð nefnast Bjarnastaðir 2. Og málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga og málinu hér með vísað til sveitarstjórnar. Og ég gef orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi nýtt deiliskipulag á bæjarstæði Bjarnastaða L134637 til auglýsingar. Samanber 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og bið ég þá fulltrúa sem samþykkja bókunina vinsamlegast að gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið 16, Steðji, landnúmer 134467. Það tillaga deiliskipulagi
og númer 20.04.152. Þar er líka að ræða afgreiðsla 24. fundi skipulags- og byggingarnefndar. Þar samþykkir nefndin tillögu að deiliskipulagi fyrir frístundahúsa fyrir ferðamenn í landi Steðja í Borgarbyggð sem hefur verið auglýst samkvæmt 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim breytingum sem voru gerðar með tilliti til umsagna sem bárust frá lögaðilum en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja deiliskipulagið samkvæmt 42. grein skipulagslaga. Og ég gef orðið laust þessa tillögu að deiliskipulagi. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi deiliskipulag frístundahúsa fyrir ferðamenn í landi Steðja, L134467, samanber 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og biðja þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá eru komin að dagskrárlið 17, Þverárhlíðarvegur framkvæmdaleyfi og númer 21.02.052. Þar er að ræða afgreiðslu 24. fundar skipulags- og byggingarnefndar en þar er lagt til við sveitarstjórn að útgáfa framkvæmdaleyfis verði samþykkt á grundvelli heimilda aðalskipulags Borgarbyggðar og 5. málsgreinar 13. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar grenndarkynningu framkvæmdaleyfis. Nefndin telur ekki þörf á grenndarkynningu þar sem yfirstandandi eru samningar við landeigendur á svæðinu vegna framkvæmdarinnar. Fyrir liggur tímabundið starfsleyfi vegna veglagningar á vatnsverndarsvæði á Þverárhlíðarvegi. Gerður er fyrirvari að samningar náist við landeigendur, jákvæða umsögn Minjavarða Vesturlands og Hafrannsóknastofnunar. Skipulags- og byggingarnefnd fagnar þessum áformum. En ég gef orðið laust. Væri kannski forvitnilegt að fá að heyra frá formanninum svona aðeins hverjar umræðurnar voru á fundinum. Já, Guðmundur Freyr, gjör svo vel. Já, forseti og fundamenn, það voru eðlilega jákvæðar umræður í kringum afgreiðslu þessa liðar og það er bara vonandi að við sjáum í rauninni fleiri svona framkvæmdir fyrirhugaðar í sveitarfélaginu því að þarna erum að ræða veg sem er bara barn síns tíma fyrir löngu síðan, þannig að það er vonandi að fleiri svona framkvæmdir séu í bígerð. Takk fyrir þetta Guðmundur Freyr. Ég gef orðið laust að nýju. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir útgáfu framkvæmdaleyfis á grundvelli heimilda aðalskipulags Borgarbyggðar og 5. málsgreinar 13. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 veglagningu á Þverárhlíðarvegi með fyrirvara að samningar náist við landeigendur og jákvæða umsögn Minjavarða Vesturlands og Hafrannsóknastofnunar. Og biðja þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun vinsamlegast að gefa merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá eru komin að dagskrárlið 18. Hann ber heitið Engiás, Munaðarnesi, tillaga nýju deiliskipulagi og númer 20.04.002. Er að ræða afgreiðslu frá 24. fundi skipulags- og byggingarnefndar en nefndin samþykkir tillögu að deiliskipulagi frístundabyggðar Engiás í Munaðarnesi sem hefur verið auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim breytingum sem voru gerðar með tilliti til umsagna sem bárust frá lögaðilum en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Skipulags- og byggingarnefnd leggur því til við sveitarstjórn að samþykkja deiliskipulagið samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Og ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagi vegna Engiás í Munaðarnesi samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og biðja þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun vinsamlegast að gefa merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá eru komin að liði 19. Þar að ræða
heiti á þeim lið Stóri ás L134513 deiliskipulag og númer 21.01006. Þar líka að ræða afgreiðslu frá 24. fundi skipulags- og byggingarnefndar. Nefndin leggur til við sveitastjórn Borgarbyggðar að samþykkja tillögu að deiliskipulagi byggingarlóða í landi Stóra ás til auglýsingar. Lagður var fram uppdráttur og greinagerð dagsett 27. apríl 2021. Deiliskipulagssvæðið 5 hektarar þar sem fyrirhugað að skilgreina nýja byggingarlóð 3 hektara að stærð. Á lóðinu verði heimilt að byggja íbúðarhús, fjölnotahús, smiðju og hesthús innan skilgreindra byggingareita. Heildar byggingamagn allt að 650 fermetrar. Aðkoma að svæðinu verður af Hálsasveitarvegi 518. Deiliskipulag þetta samræmist gildandi aðalskipulagi. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og hér með vísað til sveitastjórnar til samþykktar. Ég gef orðið laust. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitastjórn samþykki fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagi byggingarlóða í landi Stóra ás. L134513 samkvæmt 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og biðji þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun vinsamlegast að gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 20, Brekkuskógur 5, L226212, stofnun lóða, Brekkuskógur 7, Brekkuskógur spilda og liðurinn númer 2104-048. Þar að ræða afgreiðslu 24. fundar skipulags- og byggingarnefndar og leggur nefndin til við sveitastjórna heimila stofnun lóðana Brekkuskógur 7, 4267 fermetrar að stærð og Brekkuskógur spilda sem 1033 fermetrar að stærð úr lóðinni Brekkuskógur 5, L226212 sem verður þá 2573 fermetrar að stærð. Landnotkunarflokkur frístundalóðana verður sumarbústaðaland en annað land undir vegsvæði. Og ég gef orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs, það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitastjórn samþykkir stofnun lóðana Brekkuskógur 7 og Brekkuskógur spilda úr lóðinni Brekkuskógur 5, L226212 og biðji þá fulltrúa sem samþykkja bókunina og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að leið 24. Hann ber heiti Fjóluklettur 9-11, L215392 og L215394 og liðurinn númer 2103-100. Að ræða afgreiðslu 24. fundar skipulags- og byggingarnefndar. Þar leggur nefndin til við sveitastjórn að samþykkja umræddar breytingar á deiliskipulagi tekur til lóða við Fjóluklett 9-11. Málið fær málsmeðferð á grundvelli 2. málsgreinar 43. skipulagslaga, 43. greinar skipulagslaga, númer 123/2010 varðar óverulega breytingu á deiliskipulagi og verði grenndarkynnt. Grenndarkynnt skal fyrir aðliggjandi nágrönnum við Fjóluklett 5-7, 12, 13, 14, 16 og 18. Og gefur forseti orðið laust. Guðmundur Freyr við biðjum orðið. Gjör svo vel, Guðmundur. Já, forseti ágætu fundarmenn svona til þess að brjóta upp aðeins þessa runu skipulagsmála hérna á fundinum þá til þess að segja þetta mannamáli í þessu tilfelli þá verið að tala að parhúsalóð verði að raðhúsalóð þar sem að þá breytist þetta úr 2 íbúðum í 3 og einnig munu húsin verða á einni hæð en ekki 2. Bara svona til að segja þetta mannamáli. Takk. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Já, það má alveg segja þó að runan sé langdregin á fundunum og það var náttúrulega mjög ánægjulegt hversu mikið að vera í sveitafélaginu. Þetta allt framkvæmdaleyfi og þetta eru lóðir og breytingar á deiliskipulagi þannig að hægt sé að byggja hús og það alveg ýmislegt greinilega í pípunum hjá fólki og framkvæmdahugur mikill. En ég gef orðið laust undir þessum lið númer 21. Það enginn sem kveður sér hljóðs, það liggur fyrir eftirfarandi bókun.
Sveitarstjórn samþykkir framlagðar breytingar á deiliskipulagi lóða við fjólukleitt 9-11, samanber 2. málsgrein 42. grein skipulagslaga, auk grenndarkynningar gagnvart eigendum eigna við fjólukleitt 5-7, 12, 13, 14, 16 og 18. Og biðji þá fulltrúa sem samþykkir framkomna bókun og efni hennar vinsælast að gefa merki. Það er samþykkt samhliða. Þá erum við enn á 24. fundi skipulags- og byggingarnefndar, en 22. liður ber heitið framkvæmdaleyfi, borun á Seleyri og í Grábrókarhrauni, neysluvatn, og er númer 2104-191. Þar leggur nefndin til við sveitarstjórn að veita framkvæmdaleyfi fyrir borun á 2 vinnsluholum á Seleyri gegn því að samþykkt landeiganda liggi fyrir og 2 tilraunaholum í Klausturstungu samkvæmt skýrslu dagsett 28.4.2021. Og ég gef orðið laust. Þórdís hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Þórdís. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, bara þannig að það sé alveg ljóst, þá bara smá vitleysa þarna í bókun nefndarinnar, þar sem að tilraunaholunar eru ekki í Klausturstungu, heldur í Grábrókarhrauni og mun þá bókun sveitarstjórnar vera rétt. Þetta bara í rauninni, ég var að segja copy-paste villa. Takk fyrir þetta Þórdís. Það leynast nú víða en það er mjög gott þegar það leiðréttast áður en fara í gegnum fundargerðir sveitarstjórnar. En ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að veita framkvæmdaleyfi fyrir borun á 2 vinnsluholum á Seleyri gegn því að samþykki landeiganda liggi fyrir og leyfi fyrir 2 tilraunaholum í Grábrókarhrauni samkvæmt fyrirliggjandi skýrslu. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsælast að gefa merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá eru komin að dagskrárlið 23. Hann ber heitið Miðháls 5, L 18 75 47, byggingaráform og er númer 201 11 03 eða 3. Þar er líka að ræða afgreiðslu 24. fundar skipulags- og byggingarnefndar og leggur nefndin til við sveitarstjórn að samþykkja óverulega breytingu að deiliskipulagi fyrir frístundabyggð í Hálsabyggð í landi Ánabrekku. Breytingatillaga var sett fram í greinargerð og á uppdrætti dagsett 19.3.2021 og felur í sér breytingu á byggingarskilmálum. Málsmeðferð verður í samræmi við 2. og 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Og ég gef orðið laust. Guðmundur Freyr beðið orðið. Já, forseti og ágætu fundarmenn, það er þarna að tala breytingu á byggingarskilmálum og þeir eru bara mjög lítilsháttar þar sem að lefilegt byggingamagni gefið þá upp í fermetrum í staði rúmmetra og svo er örlítið breyting á mænishæð húsa. Að öðru leyti er þetta ekki breyting á mannrétt. Takk, meiri breyting. Takk fyrir þetta Guðmundur Freyr. Eru fleiri sem kveða sér hljóðs undir þessum lið 23. Svo virðist ekki vera, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi óverulega breytingu að deiliskipulagi fyrir frístundabyggð í Hálsabyggð í landi Ánabrekku, L 18 75 47, samanber 2. og 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Og ég bið þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsælast að gefa merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá erum við komin að síðasta afgreiðsluliðnum í dag. Hann er númer 24 og ber heitið yfirfærsla Borgarbrautar, endurnýjun á fráveitulögnum og yfirlægi í Borgarbraut og númer 2012-038. Þar að ræða afgreiðslu 24. fundar skipulags- og byggingarnefndar þar sem nefndin leggur til í sveitarstjórn að samþykkt verði að fara í samvinnu við Vegagerðina og Veitur
varðandi hönnun og framkvæmdir og verði þáttakandi í hönnunar- og útboðsferlinu. Einnig leggur skipulags- og byggingarnefnd til við sveitarstjórn að fela deildarstjóra skipulags- og byggingasviðs umsjá með framkvæmdinni fyrir hönd sveitarfélagsins í samstarfi við Vegagerðina og Veitur. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir ekki þær breytingar sem lagðar eru fram en telur þó mikilvægt að vinna áfram hugmyndir að auknu öryggi við gatnamót Skallagrímsgötu. Guðmundur Freyr hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti og fundarmenn, það er orðið brýnt að fara í endurnýjun lagna í þessari götu. Þarna eru stofnæðar veitukerfisins komið tíma þær. Einnig höfum við vitað svo sem að það hefur legið lengi í loftinu að Vegagerðin vill skila þessari götu til sveitarfélagsins í viðunandi ástandi og er í rauninni komið bara ástæða til þess að fara á fullt í að vinna þetta. Það má alls ekki skilja sem svo að nefndin sé alfarið á móti bættu umferðaröryggi þarna þar sem við köllum sleppistæði fyrir utan við Skallagrímsskarð. En við töldum í rauninni ástæðu til þess að skilja þetta til að í rauninni þessi gatna hönnun gangi kannski hraðar fyrir sig. Það má kannski segja sem svo að sleppistæði kannski flækir örlítið þessa vinnu í samstarfi við þá Vegagerðina. Þannig að við leggjum til að þetta verði í rauninni skilið að. Í umræðum á fundinum þá þótti það ólíklegt að ef að svo hönnun sem liggur fyrirvarandi þetta sleppistæði myndi taka einhverjum breytingum að þá væri ólíklegt að gatan sjálf myndi færast eitthvað úr stað, vegstæðið er alltaf sama, þannig að þó svo að gatan væri komið þá ætti það ekki að breyta seinna þeim framkvæmdum sem yrði þá farið í varandi sleppistæði. Það er bara svona aðeins að skýra út. Takk. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Svo verðist ekki vera, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að taka þátt í hönnunar- og útboðsferli vegna endurnýjunar á fráveitulögnum og yfirlægi á Borgarbraut. Og biðja þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun vinsamlegast að gefa merki. Hún er samþykkt samhliða. Og þá erum við komin að síðari hluta fundarins sem eru framlagðar fundargerðir. Þar erum við fyrst með 3 fundargerðir byggðaráðs og byrjum á fundargerð byggðaráðs nr. 559 og gef ég orðið laust þá fundargerð. Guðveig Lindu biður um orðið, gjörðu svo vel, Guðveig. Já, forseti og fundarmenn, ég ætla að byrja á því að kveða með hljóðs undir lið nr. 3 sem er Brákabraut 25-27, greinargerð og kostnaðarmat og þar er að ræða það sem við köllum bara í daglegu tali Brákarey, húsnæði Brákarey og það ekki allir hvað það er. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að fulltrúar í sveitarstjórn fari mjög fljótlega að taka einhverjar ákvarðanir framtíð þessa svæðis og það er alltaf eins og þegar verið að ræða húsnæði eins og að þetta verður viðkvæm umræða sem að litast ofta að tilfinningum og tengslum við sögu og já, bara margt. Það sem ég langar að segja bara mín persónulega skoðun á þessu er svo að því að ég veit að það eru margir sem bíða eftir að heyra hver skoðun sveitarstjórnarfulltrúa er á þessu og því finnst mér bara eðlilegt að ég noti tækifæri hér til að segja mína persónulegu skoðun og ég er þá að tala fyrir mig en ekki alla fulltrúa Framsóknarflokksins endilega. En ég lít sem svo á það
að sveitarfélagið sé ekki að fara í það að gera upp húsnæði í Brákari og verja þeim 100 milljóna sem þarf í að gera við húsnæðið. Aftur á móti finnst mér sú hugmynd sem ég hef heyrt að ef til vill væri hægt að láta fornbílafélagið fá réttina í hendur. Þeir getur þá gert það upp eða væri áhugi fyrir því og kannski einhverju sem vildu deila því húsnæði. Að því sögðu þá finnst mér líka mikilvægt að það komi fram að sveitarfélagið þarf einhvers staðar að fá tekjur til þess að reka sig og sveitarfélagið þarf að fá tekjur til þess að reka þá grunnþjónustu sem að við erum með, bæði skóla og íþróttahús og fleira og því tel ég mjög brýnt líka að sú starfsemi sem að kemur svo út í Brákari til framtíðar eða hvað sem við gerum, skipuleggi svæðið, að það gefi sveitarfélaginu einhverjar tekjur. Og það er í rauninni þannig að við viljum oft sjá einhver frístundasvæði eða einhver svona afþreyingasvæði og ég ætla þá bara að rifja til dæmis upp umræðuna sem kom hérna varðandi reitin þegar Jóðes Nesbær var rifin á sínum tíma og margir vildu sjá þar bara græna grasflöt með bekk á og sjálfsögðu hefði það verið svona eitthvað fantasía að það hefði verið gaman að geta sest þar og drukkið kaffibolla. En það í rauninni bara ekki sá veruleiki sem við getum búið okkur hér í þessu sveitarfélagi því að einhvers staðar verðum við að fá fjármunina til að reka okkur og við þurfum að fá inn fasteignagjöld og ég kannski ekki með nákvæmar tölur það en ég held að þessi lóð þarna á Borgarbrautinni núna sé örugglega að gefa sveitarfélaginu einhverja 10 milljónir í fasteignagjöld á ári geti ímyndað mér. Og þess vegna langaði mig bara að starta þessar umræðu því ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að íbúar fá að heyra hvað okkur sveitarstjórnarfulltrúum finnst og hvaða skoðanir við höfum á þessu og ég veit að það alveg örugglega einhverjir sem ekkert sammála mér í þessu en þetta ég hef ígrundað þetta lengi. Það vissulega þannig að það væri alveg frábært ef að sveitarfélagið hefði við slíkum fjármunum að ræða að við getum boðið bæði börnum og fullorðnu fólki upp á fría aðstöðu, tómstunda aðstöðu sem væri fullkomin. Það væri bara algjör fantasía sem ég var alveg til að búa í en við erum bara ekki þar. Þannig að ég fannst mikilvægt að allavega að íbúar hér fengið að heyra mínar hugrenningar þetta og því sögðu þá held ég að við getum alveg búið þeim félögum og þeirri starfsemi sem þarna í dag aðra aðstöðu og aðstoða við það til framtíðar. En sláturhúsið var byggt sem sláturhús á sínum tíma. Þetta bara orðið mjög lélegt hús og eins og við sjáum það kostar mikla peninga að gera það upp. Og því held ég að við ættum bara að vera framsækin og líta til framtíðar og sjá fyrir okkur alla þá gríðarlega möguleika sem í boði út í Brákari sem algjör demantur á þessu svæði. Þá langar mig að víkja að öðrum lið sem ég langar að taka til máls undir og það liður númer 7 og það stýrihópur framtíðaruppbyggingu íþróttamannvirkja í Borgarbyggð. Og þar komin skýrsla starfshópsins sem að ég bara fagna og þar vil ég líka brýna okkur í að vera framsækin og líta á þetta verkefni uppbygging íþróttamannvirkja hér sem algjört forgangsverkefni. Við erum að stefna því að fjölga íbúum hér, við erum að byggja upp nýtt íbúahverfi. Áformin hjá okkur eiga að snúast það að byggja upp góða aðstöðu fyrir íbúa, byggja upp góða leikskóla og skóla. Við eigum að hætta að verja fjármunum í að gera við ónýt og gömul hús. Það eru allt og miklu fjármunir sem fara í það að viðhalda húsnæði og fermetrum sem eru löngu
löngu búnar að sinna hlutverkum sínum. Það hefur verið alltaf mikil viðkvæmni við það að taka umræðuna hagræðingu þegar kemur á húsnæðismálum og öllum þeim fermetrum sem við eigum. Og ég vil bara brýna okkur til þess núna á þessu síðasta ári þessa kjörtímabils að vera svolítið framsækin og líta til framtíðar og sjá fyrir okkur hvernig viljum við hafa þetta eftir 20 ár. Ætlum við ennþá að vera með allar þessar gömlu fasteignir? Ætlum við ennþá að vera í því að bora eftir myglu í gömlum húsum sem að við erum í einhverju tilfinningasamböndu við? Við vitum það að við höfum alveg gríðarlega mörg tækifæri til þess að hagræða þegar kemur á húsnæðismálum sveitarfélagsins án þess að skerða þjónustu og jafnvel bara kannski að bæta hana. Og því vil ég brýna okkur hér sem erum í sveitarstjórn á þessu síðasta kjörtímabili til að setjast niður og taka alvöru framsæknar ákvarðanir í framtíðina og ég held að uppbygging á íþróttamannvirkjum verði að vera þar í forgangi. Meira vildi ég nú ekki segja í bili þessa fundagerð. Byggðarás númer 559. Takk. Takk fyrir þetta, Guðveig. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessari fundagerð byggðarráðs? Magnús Mári hefur beðið Mári, gjörðu svo vel, Magnús. Já, forseti, ágæta sveitarstjórn. Nú ætla ég að taka til máls undir þessari sömu fundagerð byggðarráðs auðvitað og undir þessum sömu liðum sem að Guðveig tók til máls undir. Brákabraut 25-27, Eyjan. Og nú svona umræður eru skemmtilegar, áhugaverðar. Þarna einhvern veginn ekki bara verða rétt upp hönd og samþykja eitthvað sem að löngu búið að tala heldur erum við að tala eitthvað sem að raunverulega skiptir máli. Ég algjörlega sammála því. Og ég líka algjörlega sammála því að við verðum að taka svolítið svona þétt á þessum pælingum með Brákarey. Erum í rauninni svona á einhverjum tímamótum varandi það. Það svolítið búið að stilla okkur upp vegg með þetta að við getum ekki gert ekki neitt. Það liggur náttúrulega fyrir einhvers konar rammaskipulag þarna sem hefur farið til umfjöllunar en auðvitað bara hugmyndir, fyrst og fremst íbúa og svo okkar það hvað mætti vera þarna. Þar var lagt til í því rammaskipulagi að sláturhúsið sem umrætt hér núna, því hlíft og reynt að gera upp. Frystuhúsið rifið en öðrum svona umhverfið bætt og lagað en í því rammaskipulega var aldrei gert ráð fyrir íbúðabyggð. Og það hefði í rauninni verið þá skipulagsnefndar og okkar í sveitarstjórn að taka ákvörðun að við viljum nota þetta rammaskipulag sem einhvers konar grunn að því hvað við viljum sjá þarna sem að klárlega á heima þarna en ekki kannski hvorki gefur okkur tekjunni tækifæri til mikillar uppbyggingar sem eru útivistarsvæði, aðstæða fyrir sjósund, kajaka, einhvers konar menningarstarfsemi, mögulega veitingahús, eitthvað svoleiðis. En svo það bara stóra spurningin, viljum við svo hleypa umræðan inn í það sem að ég held að okkur beri bara skylda til, hvort ekki megi vera þarna íbúðabyggð að einhverju leyti líka. Og ég, að því við erum bara að tala persónulega og við höfum ekki komist lengra í því átt okkur á því hver afstaða sveitarstjórnar í heild sinni eða einstakra framboð eða því að skipta gagnvart þessu, að þá segi ég bara mín persónulega skoðun að við eigum að skoða þann möguleika hvort ekki sé hægt að hafa þarna íbúðabyggð að einhverju leyti. Sem gefur okkur margfalt fleiri tækifæri til uppbygginga bæði til sem verði hraðari og sé að einhverju leyti sjálfbærari. Þannig þarna erum við sammála, sýnist mér, einhverju leyti í Guðveig sem alltaf gaman. Hitt málið svo sem íþróttamannvirkin okkar og mig grunar jafnvel að við séum sammála það líka,
Mér er rosalega ánægð með þessa skýrslu og ég er rosalega ánægð með að þó þetta taki allt þannig tíma að hún hafi fengið svona ítarlega og ígrundaða vinnu. Það er búið að skoða rosalega vel svæðið okkar sem upphaflega við fórum af staðnum segir við setjum bara íþróttahús þarna, byggjum bara fjölnotahús þarna og það er bara komið. En raunin var það ekki þannig, heldur þurfti að skoða rosalega vel undirlagið, hvað er hægt að byggja, hvað kostar að byggja ef það á að byggja á landfyllingunum, er hægt að gera einhverja fleiri landfyllingar, þannig að við erum komið núna með í hendurnar að mínu viti upplýsingar það að við getum komið mjög vel til móts við þær þarfir sem þarna eru með því sem þessi skýrsla leggur til að byggja upp gervigrasvöll aðstöðu fyrir fótboltann út á æfingarsvæðinu sem núna og byggja svo fjölnota eða sem sagt parketthúsið svo það kallað þarna á við íþróttahúsið. Og ég ætla bara að vera líka svolítið kjarkaður að segja ég held við eigum að reyna að gera það eins fljótt og við mögulega getum. Og ég held að það sé bara málið. Þannig að ef við getum forgangsraðað í þessa átt, þar að maður væri hægt að setja þennan gervigrasvöll í forgang og reyna svo að setja áætlun upp að gera þetta hratt og örugglega, þá myndi ég styðja það. En við vitum líka alveg eins og við verðum að nefna hér að við þurfum tekjur og við þurfum að vera í góðum gír til þess að geta gert þetta og það þarf að vera fjármunir til þess og þannig að já, ég held að við séum svona nálgast þann stað að geta fara að taka ákvörðun uppbyggingu á íþróttasvæðinu, en í rauninni lagt til í þessa skýrslu, það hefur allavega verið til umfjöllunar að við förum í heildar hönnun eða svona yfirlitshönnun á svæðinu, þar sem það búið að teikna inn fyrst af öllu hvar þessar byggingar gætu verið og hvernig svæði gæti litið út þegar allt komið. Ég held að við hefum að byrja þar og við hefum bara að drífa í því og búið að gera svo raunhæfar áætlanir áframhaldið. Takk fyrir þetta, Magnús. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð byggðarráðs? Já, Silja Eyrún hefur beðið orðið, gjör svo vel, Silja. Já, forseti og aðri fundamenn. Ég ætla að fá að tala bara undir sömu liðum, undir sömu fundargerð með eiguna, eða Brákabraut 25-27, þá ég rosalega mikið sammála en ég er líka ennþá mjög mikið hugsi hvernig hún getur orðið, þannig hún nýtist okkur sem best. Ég bjóð þarna rétt hjá og ég horfði á hana daglega út úr stofuglugga minn og það þarf virkilega að gera eitthvað fyrir hana, hún er ekkert ofboðslega falleg. Svo ætla ég aðeins að fá að tala var þetta stýrihópun framtíðaruppbygging íþróttamannvirkja. Við byrjuðum þessa vinnu haustið 2019 og við heldum að við erum búin fyrir jól af því þetta var nú bara mjög einfalt verkefni að fara að finna út úr því hvernig við ættum að huga að þessu. En þegar við fórum alltaf að skoða aðeins meira þá lendum við á fullt af veggjum og það þurfti bara að rannsaka þetta svolítið mikið betur, hvað væri hægt að gera þannig kring og fleira. Og ég er eiginlega bara í dag mjög fegin hversu langan tíma þessi skýrsla var gengið með að það hafa komið upp alls konar hugmyndir sem einhvern veginn þurfti bara að fá að meltast og velkjast aðeins áður en að við gátum klára skýrsluna almennilega. Og eiginlega má knattspyrnudeildin alveg fá smá hrós fyrir að hafa líka sjálf hugsað aðeins svolítið málið út fyrir kassan hvernig við gætum gert þetta þannig að þetta kæmi sér best út og hraðast út kannski fyrir alla. Og það er þessi niðurstaða að reyna að setja gervigras á æfingasvæðið sem ég held að sé bara mjög góð lausn núna til að byrja með. Ég vona bara innilega við getum samt svo farið að staði í þetta verkefni svona sem fyrst og næst á dagskrá er svo bara að reyna að halda áfram vinnunni, fara í frumhönnun og fleira og kannski líka bara sveitarstjórn öll hlusti á kynningu þetta og kannski svona myndi sér aðeins skoðun og þá kannski geta komið fleiri betri hugmyndir sem að geta nýst okkur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Silja. Guðmundur Freyr hefur beðið orðið, gjör svo vel. Já, forseti og fundamenn, bara
þakka Guði fyrir að vekja máls á þessu og ég ætla að tjá mig líka undir lið 3 Brákarey. Við erum öll sammála það að það þarf að í rauninni að taka eyjuna svolítið í gegn. Það hefur legið lengi fyrir. Ég sé fyrir mér líf út í eyjunni með bara áframhaldandi félagsstarfsemi en þessar tölur sem að koma fram í kostnaðaráætlun hvað kostar að gera við þessi hús eitthvað sem að er erfitt að réttlæta að sveitarfélagið fari út í. Ég leyfi mér að efast að þessi félög sem hafa stundað þarna sína starfsemi hafi bolmagn til þess að hreinlega kaupa húsin og gera þau upp miðað við þessa tölu. Þau hafa verið ótrúlega lánsöm, þessi félög hafa haft þessa aðstöðu þegar að var búið að ákveða á sínum tíma að þetta húsnæði ætti að víkja. En ég er svo sem ekki mynda með skoðun hvað ætti svo sem að verða nákvæmlega þessi hús en það er líka mjög erfitt og leiðilegt að standa í þeim sporum að þurfa að hafna einni ákveðinni íþróttagreinum aðstöðu en veita annarri starfsemi aðra. Þannig að það er svona, við þurfum kannski að horfa á þetta líka svolítið á svona heildstæðari hátt. Hvað ætlum við að gera við þau erindi þar sem að kemur óskum að veita ákveðinni, segjum íþróttagrein eða félagsstarfsemi aðstöðu. Eigum við bara að vera búin að velja hverjir hafa dottið í lukkupottinn. Þetta er allavega vert að ræða og skoða betur og hlakka ég til vinnufundar með sveitarstjórn. Takk. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Eru fleiri sem vilja kveðja sér ljóðs? Guðveig Lindu beðið orðið. Gjör svo vel, Guðveig. Já, forseti og fundamenn, ég ætla að halda áfram að ræða hérna undir 3. lið sem er Brákareyin og þakka sveitarstjórnarfulltrúum fyrir það að taka þátt í þessari umræðu. Mér langaði í rauninni bara að bæta við það sem að hefur komið og taka undir að ég eins og fleiri sjáum fyrir okkur að einmitt að það geti verið mjög blöndu starfsemi út í eyju. Það geti verið léttur iðnaður og bæði menningarstarfsemi, þjónusta, útivist, sjósport og fleira. Og það er kannski líka ágætt að það komi í rauninni fram að sveitarfélagið Borgarbyggð er hluthafi í Faxaflóahöfnum og til þess að við getum fengið aðkomu Faxaflóahafnar að til að mynda einhverju uppbyggingu á hafnarsvæðinu þarna, hvort sem það er tengt kajakum eða sjósporti eða smábátum, að það þarf að sjálfsögðu að liggja fyrir eitthvað skipulag hendi Borgarbyggðar hver framtíð svæðisins er. Þess vegna er það líka bara brýnt í mörgu tilliti að við förum einhvern veginn að taka ákveðnari skref í skipulagsmálum hana út í eyju. Og ég held að við hljótum að minnstakosti flest öll íbúar í þessu sveitarfélagi vera sammála um það að Brákarey í dag er í rauninni ekki mikil prýði og það er í rauninni ekkert að nota neitt annað orðið við það að það er mikið af drasli þarna því miður og það hefur ekki tekist að fjarlægja það og ég verð að segja það, mér finnst bara dapurlegt að það sé búið að hertaka stóra hluta af eyjunni með ónýtum bílum, þótt að ég viti að fyrir marga sé þetta verðmæti en þetta bara á ekki heima þarna. Og það þarf bara að fara að taka til í þessari eyju og ég segi bara að það er að fara að pússa þennan demant sem Brákarey er. Og þetta er svæði sem að ég held að við gætum gert bara alveg meira háttar flott. Og við megum ekki festast í því að í fortíðinni, við getum alveg borið virðingu fyrir sögunni og mikilvægi þeirra starfsemi sem var þarna á sínum tíma, en samt sem áður haldið áfram veginn inn í framtíðina og byggt eyjuna upp. Áfram Brákarey. Takk.
Takk fyrir þetta Guðveig. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Forseti, ágæta sveitarstjórn, ég ætla aðeins að koma inn á þennan þriðja lið líka. Svo skemmtilegt hvað allir eru sammála hérna. Þetta gerist ekki á hverjum degi. En ég held að við eigum bara að hamra járnið með það er heitt og við erum öll á svipuðum nótum og við eigum bara að fara á fullt í deiliskipulagsvinnu fyrir Brákari. Rammaskipulag hefur ekkert lögformlegt gildi. Það gerist ekkert fyrir en að við erum búin að búa til deiliskipulag. Það er ekki til neitt deiliskipulag fyrir eyjuna. Það er eftir að deiliskipulagina hvort þið er og við þurfum við þurfum að fara í þá vinnu og mér langar bara að leggja til að það verði gert, svo vinna verði hafin á þessu ári. Takk. Takk fyrir þetta, Davíð. Kannski bara aðeins að bæta við. Ég tek bara undir með öðrum fundarmönnum að þetta eru skemmtilegar umræður og við verðum að koma deiliskipulagsvinnunni í gang eins og Davíð bendir á, en áður en að við kannski förum á þann stað þurfum við að horfa heildstætt á húsnæðismál sveitarfélagsins og við höfum ákveðið að hafa vonandi bara í næstu viku vinnufund þar sem öll sveitarstjórn mun setjast niður og fara yfir málin. Af því að það er aldrei svo að þó að áskoranirnar í húsnæðismálum blasi við hvert svo sem við lítum núna, það virðist bara vera mygla og viðhald og svona einhver leiðindi innan gæsalappa hvert sem litið er, að þá eru líka tækifæri í þessum aðstæðum og mér fannst einmitt líka gott sem að Guðveig kom inn á áðan, við erum alltaf að reyna að horfa á það að fækka fermetrum og það er rosalega ríkt held ég bara í öllum sem að þetta er svona þessi gamla góða að nýta allt rosalega vel, þannig að þrátt fyrir að húsnæði sé kannski orðið mjög illa farið og maður einhvern veginn horfi fram á að viðgerðirnar séu miklar, þá er stundum bara betra að hverfa frá eins og við erum í rauninni að gera varðandi Ráðhúsið og fjárfesta í nýju húsnæði eða láta byggja nýtt. Og ég held líka og tek undir þörfina fyrir nýtt íþróttasvæði. Það er ekki bara nýtt íþróttahús, heldur bara þurfum við að byggja upp þetta svæði í heild sinni og hér er mikið framkvæmdir í pípunum. Við sjáum það bara hérna á 101 lið þar sem við erum að breyta deiliskipulögum, úthluta lóðum og veita byggingarleyfi og annað slíkt. Þannig það er mikið hugur í fólki. Og verið að byggja náttúrulega húsnæði núna hérna í Bjargslandinu og við þurfum náttúrulega að hafa fyrir það fólk sem ákveður að flytja hingað, þá þarf að vera leikskólapláss, það er þannig, og það þarf að vera góði skólar sem við erum með og svo þurfum við að hafa íþróttaaðstöðu fyrir börnin, það er bara svoleiðis. Og ég get alveg tekið undir það að við þurfum að setja á oddinn uppbyggingu á þessu íþróttasvæði og það er líka bara í samræmi við það sem hefur komið fram sem svona viðspyrna við áhrifum af COVID. Það er að leggja peninga í opinbera framkvæmdir og það er kannski líka það sem við þurfum að ræða á þessum vinnufundi. Við þurfum náttúrulega að fara yfir húsnæðismál sveitarfélagsins en öll þessi verkefni eru náttúrulega svolítið samofin þeirri stefnu sem við tökum þar. Þannig að þetta er mjög skemmtileg umræða og ég hvet náttúrulega líka bara sem flesta til þess að mæta á fundinn og hafa þessi mál að segja þar og vonandi getum við bara vonandi liggur þá bara fyrir einhvers konar áætlun sem við getum farið eftir því að það er líka rétt sem kom fram í Guðveig áðan, það er bara ár eftir á þessu kjörtímabili og við höfum talað það allan tíman að þetta verkefni íþróttahúsið að það myndi liggja fyrir hönnun á þessu kjörtímabili og það er kannski bara raunhæfur möguleiki. Nú liggur tillagan fyrir, hún verður kynnt á næstunni, líka fyrir íbúum og þá getum við bara farið að vinna að því að láta hanna og haga þá svona fjárhagslegri hlið sveitarfélagsins og fjárhagsáætlunum í samræmi við það. En ég gef orðið laust aftur undir þessum lið, ætla ekki að lengja fundinn mikið meira.
Það enginn sem kveður sér frekar hljóðs undir þessari fundargerð byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi nr. 559 og telst því fundargerðin framlögð. Þá erum við komin að dagskrárlið 26 á fundardagskrá og það mun vera fundargerð byggðarráðs frá fundi nr. 560 og nr. 2104-011F. Ég gef orðið laust þessa fundargerð byggðarráðs. Það enginn sem kveður sér hljóðs, telst hún því framlögð. Undir lið 26 lögð fram fundargerð byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi nr. 561 og ég gef orðið laust þá fundargerð. Það enginn sem kveður sér hljóðs og telst hún því þá framlögð. Þá erum við komin að dagskrárlið 28. Þar að ræða fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nefndarinnar númer 23. Halldór og Lóa nú vön að fylgja þeirri fundargerð úr hlaði. Var einhver fundargesta sem sat þennan fund? Nei, svo virðist ekki vera. Þá kannski bara fer forseti örstutt yfir það sem gert var á fundinum. Var að ræða fundargerð í 6 liðum og þar var fyrst lögð fram drög af umhirðu áætlun. En þar var starfsfólki stjórnsýslu og þjónustusviðs falið að undirrita samning við Drop-in EHF grænt svæði í Fóstri og Kleppjárnsreykjum. Liður 2 varðar friðlýsingu Borgarvogs, en þar voru lagðar fram fundargerðir samstarfshóps friðlýsingu Borgarvogs. Og nr. 3 eru umsóknir styrk til að efla hringrásarhagkerfið. Og þar var umhverfis- og auðlindaráðuneyti sem auglýsti eftir umsóknum styrki til að efla hringrásarhagkerfið og lagði fram hugmyndir af verkinu. Og umhverfis- og landbúnaðarnefnd samþykkti að sækja styrk til að afmarka verkefni eflingar hringrásarhagkerfisins. Og það verði þá að nefndin samþykkir að sækja styrk til að safna afmörkuðum úrgangsflokkum í dreifbýli, til dæmis litlum raftækjum og spilliefnum og brotajárni og til að kortleggja bæta aðgengi og flokkunaraðstöðu og grendarstöðum fyrir sumarhúseigendur. Undir lið 4 var lögð fram til kynningar greinargerð vöktun jaðarljóns við Langjökul vegna jökulhlaupa og undir 5 var framlagt fundarboð á rafrænan ársfund Umhverfisstofnunar, Náttúrustofu og Náttúruverndarnefnda sveitarfélaga. Og síðustu var farið yfir lið sem heitir umhverfisverkefni staða mála, en þar var lögð fram skýrsla starfsmanns sem fór yfir verkefni umhverfis- og landbúnaðarmálum sem í gangi á sviðinu. Fleira var ekki gert og þeim fundi var slitið klukkan 14:10. Ég gef orðið laust þessa fundargerð. Guðveig, Lindu, biðjum orðið, gjörðu svo vel, Guðveig. Já, forseti og fundamenn, mér langar til þess að kveða með hljóðs undir lið nr. 2 sem ber heitið friðlýsingar Borgarvogs. Við samþykktum einhvern tímann í fyrra að leggja göngustíg frá Granastöðum að Hrafnakletti og það var meðal annars með þeim formerkjum að við myndum koma upp svona fuglaskoðunar stað þar og ég hlakka til að sjá þegar það mun verða raunveruleika, enda svæðið mjög fallegt og einstakt fuglalíf þarna. Og ég hef í sjálfu sér ekki miklar áhyggjur af því að Borgarvogurinn liggi undir einhverjum gröfu fæti þarna, að það verði farið einhverjar framkvæmdir í Borgarvoginum sjálfum. En mér langaði til þess að tjá mig varðandi þessa friðlýsingu, bara því að það er ennþá á þessu stigi, að ég
bara svo það sé sagt, þá vil ég segja, ég óttast það að þessi friðlýsing muni hafa áhrif bara með tilliti til uppbyggingar á nærliggjandi svæðum og þeim möguleikum sem við höfum til framtíðar á íbúðahverfu og öðru. Mér hefur verið sagt að þetta muni ekki hafa áhrif, en ég kaupi það ekki. Ég get ekki keypt það að svæði sem er friðlýst, að þú getur það bil gert hvað sem er í aðri friðlýst svæðis. Þannig að ég vil bara koma því á framfæri að ég óttast það að þessi friðlýsing verði mögulega verði okkur fjötur fót ef við ætlum að fara í eitthvað skipulag í kring og ég velti fyrir mér bara til dæmis svæði sem björgunarsveitin á og annað eða steypustöðin, hvernig það þarf allan að vera búið að sannfæra mig það með belti og axlaböndum það að þetta mun ekki hafa nein áhrif á lagnir eða veitukerfi í mögulegu hverfi sem verði byggt kannski þetta fyrir neðan land sem eru landflutningar eða það í dag, eða það eru byggt þar til framtíðar. Það hefur verið rætt það að þessi friðlýsing feli það í sér ef við fáum göngustíga og ég vil bara segja að mér finnst það kannski ekki alveg það kannski ekki það hjartatromp sem að mér finnst vera til þess að samþykkja friðlýsinguna. Þótt ég sé ekki á móti því að við séum að leggja göngustíga á útivistarsvæði, þá finnst mér það kannski ekki vera nægilega sterk rök fyrir því að fara í friðlýsinguna og mér finnst einhvern veginn að maður þurfa að sjá hver raunverulegur ávinningur af því fyrir okkur að fara úr þeirri verndun sem þetta í dag og í friðlýsingu. Hvað raunverulega áhrif það hefur fyrir okkur og hvað raunverulega ávinningur það fyrir okkur. Ég held að þetta svæði sé þannig að við vitum að það verður aldrei byggt á því. Þannig að ég óttast ekki að það fari ykkur að byggja einhverja versmiðu akkurat þarna í borgarveginum. Ég held að það mun aldrei verða því og hvorki þessi sveitarstjórn eða önnur mun samþykkja það inn í framtíðina. En ég vildi koma þessu sjónarmiði mínu varðandi friðlýsingu Borgarvogs áleiðis. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðveig. Ég gef orðið laust að nýju. Guðmundur Freyr hefur beðið orðið. Já, forseti ágætu fundarmenn. Mér langar að tjá mig undir sama lið og Guðveig. Mín sýn á þetta mál sú að þetta svæði hefur alltaf verið undir ákveðinni vernd í skipulagi og það sem að ég sé fyrir mér með því að friðlýsa svæðið í rauninni að sé betur haldið utanum svæðið. Við erum með ákveðna punkta í aðalskipulagi þar sem að verður að taka tillit til í gerð þessara skilmála varðandi þessa friðlýsingu og við segjum bara sem svo að það verði sett í skipulag stórt hverfi íbúabyggð hinum megin við Voginn að þá væntanlega þarf að tengja við fráveitu það hverfi við þá flottu fráveitu sem við eigum hérna í Borgarnesi og þá þarf að vera hægt að fara yfir Voginn með þær lagnir og það þarf að taka tillit til þess í þessum skilmálum sem að gilda svæðið. Við erum að fá í rauninni ákveð sem sagt svona umsjón eða utanumhald utanum þetta svæði og í rauninni kannski skýrari reglur það hvað má og hvað má ekki. Mér finnst oft þessi umræða verða svolítið fara svona út í staðreyndavillur. Má ég þá ekki labba út í leiðinu nema bara búin að spyrja konguprest og fara úr sokkunum. Það ekki alveg það sem að máli snýst Ég sé það líka þannig fyrir mér að
að það getur orðið bara eftirsóknarvert að búa við Borgarvoginn og að í rauninni að jafnvel að þetta hafi áhrif á fasteignaverð til hins góða að mínum mati. Það er mín trú. Þannig að ég held að það sé engin ástæða til þess að óttast eitthvað sem segja getur mögulega orðið. Þannig að og í samtölum við sérfræðinga þá segja þeir að þetta ætti ekki að hafa áhrif á svæðið í kring. En ég ætla ekki að hafa lengra þetta í bili. Takk. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Eru fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs undir þessum lið? Þórdísi, hefur beðið orðið, gjör svo vel, Þórdís. Sveitarstjórnarfulltrúar og forseti. Já, ég held og ég skil alveg þessar áhyggjur og þetta eitthvað sem við þekkjum lítið, þetta ferli, en við áttum náttúrulega fund með Umhverfisstofnun þar sem við vorum svona að spyrja hvað væri mögulegt og hvað væri ekki mögulegt. Ég tek undir aðeins með það að þetta á þessum tímapunkti, núna þetta á náttúruminjaskrá og sem veldur því að við getum mjög lítið þetta sagt núna hvað gert þar. Núna möguleikin á það að semja að það sem búið að ákveða aðalskipulagi að það verði tekið tillit til þess, að það það séu ákveðnar forsendur sem að við setjum fram til þess að við förum með þetta í friðlýsingu. Þannig að þetta ekki endilega eitthvað sem kemur í veg fyrir til dæmis uppbyggingu þar sem björgunarsveitin þar sem það ekki partur af friðlýsingunni, en við þurfum auðvitað alltaf að hafa þetta í huga varðandi hávaðamengun, stóriðju og eitthvað slíkt. En ég held að þetta ferli tekur það bil ár í heildina, það mér skilst, og við eigum eftir að eiga meira samtal við Umhverfisstofnun framhaldið og svona þessa skilmála sem við myndum setja í samning. Takk fyrir þetta, Þórdís. Eru fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs undir þessari fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar? Davíð Sigurðsson, beðið orðið, gjör svo vel, Davíð. Forseti ágæta sveitarstjórn, einmitt eins og Þórdís kemur inn á, þá held ég að það sé nauðsynlegt að við séum þá búin að taka einhverja ákvörðun þá, búin að setja það inn í aðalskipulag áður en af mögulegri friðlýsingu kæmi til að við ætlum að byggja þarna hinum megin. Það ekki samkvæmt gildandi aðalskipulagi neitt nema autt svæði hinum megin Borgarvoginn. Þannig ég hefði viljað sjá hvernig þetta liti út þegar búið að setja mögulega íbúðabyggð hinum megin inn á aðalskipulag. Takk. Takk fyrir þetta, Davíð. Eru fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs? Magnús Mári, gjör svo vel. Já, takk fyrir sveitarstjóri. Forseti og sveitarstjórn. Taka til máls undir þessum liðum friðlýsingu Borgarvogsins. Taka undir það sem hefur verið sagt varðandi það þurfum að vera mjög vel upplýst það hvað þetta hefur í för með sér. Á þessum fundi sem var vitnað í með Umhverfisstofnun var það einmitt spurt út í þetta með hvað ef það yrði byggt hverfi hinum megin við Voginn og þyrfti að fara með fráleiðsluslögn einhvers staðar við eða yfir. Þá var svarið það einmitt að ef það gert ráð fyrir þessu í skipulagi og það tekið út fyrir svega þá þetta bara háð þeim skilyrðum að auðvitað geti þetta komið upp. Það á að vera hægt, þetta á ekki að koma í veg fyrir skipulags sveitarfélagsins. En það samt vakið máls á mjög svona mikilvægum punkti í þessu öllu saman og tengist öðrum umræðum á þessum fundi sem auðvitað heildarendurskoðun á aðalskipulagi.
og við held ég að við verðum kannski líka að reyna að sko átta okkur á því að við erum farin að tala að gera alls konar hluti hratt og vel, að við erum núna í stellingum með það að fara í mjög svona ákveðið í það. Og ég held að það gefi okkur, þar tæki sem við eigum að vera að nota akkurat til þess að taka þessar ákvarðanir. Á að vera nýtt hverfi hinum við Borgarvoginn, á að vera íbúabyggð í Brákarey, á íþróttasvæðið að vera allt uppbyggt þar sem við erum. Þetta bara, þannig ég held að já, við erum kannski að á þessum fundi húsnæðismál og þessu stóru mál sem við erum framönda núna hjá okkur, svona mikilvægt að við reynum að fá þá kannski svona sýn á það með hvaða hætti við getum nýtt þessar heildarendurskoðun aðalskipulagi til þess að bara koma okkur hraðar af stað inn í það. Að fara ekki eins og við höfum stundum verið að gera, alltaf deiluskipuleggja búta inn í og núna þegar við erum komin á þennan stað að vera alveg að fara að hefja á fullri ferð þessa heildarendurskoðun. Þannig að já, þar svo mikilvægt tæki sem við getum nýtt. Takk fyrir þetta, Magnús Mári. Eru fleiri sem vilja kveða sér ljóðs? Svo virðist ekki vera, telst þá fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar framlögð. Þá erum komin að 29. lið á fundadagskrá. Það er fundargerð atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar frá fundi nefndarinnar nr. 24 og ætla Magnús Mári, sveitarstjórnarfulltrúi, að fylgja þeirri fundargerð úr hlaði. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það, forseti. Ágæta sveitarstjórn. Þessi fundur atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar var númer 29, finnst mér. Þar var fyrsti liður rafræn stjórnsýsla og upplýsingamiðlun, en við vorum að ræða þar það sem á stefnu okkar í upplýsingamálum, sem að vera með upplýsingar á fleiri tungumálum heldur en íslensku á heimasíðunni. Og það búið að ákveða að fara í þýðingar á mikilvægum upplýsingum á heimasíðunni yfir á ensku og pólsku í það minnsta til að byrja með. Og þetta náttúrulega heilmikið verk, en það var samt verið að tala það svo allir séu með það á hreinu. Við erum ekki að fara að þýða hvert einasta staf á heimasíðunni, enda mikið efni þar. En svona mikilvægustu upplýsingar sem eiga erindi til íbúa, tengja svona þessari helstu þjónustokkar. Við töluðum skólana og gjaldskrár og opnunartíma og þess áttar. Þetta ætlum við að reyna að koma yfir á fleiri erlend tungumál og þannig að ég fagna þessu mjög að þetta sé komið af stað. Annar liður umsókn styrk til menningarverkefna, en það sem sagt nýbúið að skilgreina ákveðið fjármagn sem í fjárhagsáætlun nefndarinnar til þess að úthluta styrkjum til ákveðna menningarverkefna sem ekki beinlínis falla undir menningarsjóðinn. Það hefur ýmislegt komið svona til okkar sem okkur langar til þess að geta stutt við og það voru skilgreindar ákveðna reglur í kringu þetta og við samþykktum hér í sveitarstjórn og þannig að það koma nokkrir liðir það, en í þessu tilfelli voru það hollvinasamtök Borgarness óskuðu eftir styrk til þess að útbúa húsaskilti fyrir elstu húsin í Borgarnesi. Þetta einhver hugmynd sem hefur oft komið upp og bara mjög skemmtileg, en auðvitað ekki miklu fjármunir sem við höfum úr að spila í þessu, en samt var þetta verkefni styrkt lítilræði. Þá var hér önnur undir þriðja lið umsókn styrk til menningarverkefnis einnig frá hollvinasamtökunum, þar sem var sótt styrk til þess að gera upplýsingaskilti og við tókum einnig þátt í því. Fjórði liður var umsókn styrk til menningarverkefna, en þar var óskað styrk fyrir Reykholtshátíð, en þetta umsókn fellur ekki undir þessar reglur, einfaldlega þar sem við erum nú þegar með ákveðinn samning við Reykholtshátíð og styrkjum hana þar í gegn. Þá var hér 5. liður ársskýrsla Safnahússins og hún var framlögð og tilkynningar, metnaðarfullt starf þar í gangi að venju. 7. liður var svo markaðsmál, en við fengum Harald Daða Ragnarsson sem fór yfir við erum að setja af stað markaðsherferð fyrir sumarið 2021 eins og var aðeins komið inn á í skýrslu sveitarstjóra.
En það sem sagt byrjað hafi núna svona upptökur á myndbrotum, þar sem eru viðtöl við íbúa af ýmsum gerðum, skemmtilegt framtak þar og eins bara verið að taka upp myndefni hérna og þaðan úr sveitarfélaginu en stefnan á að birta ýmiss konar markaðsefni í sumar bæði bara til þess að svona vekja athygli á okkar fallega svæði fyrir ferðamenn og erlendum og sem á innlendum en ekki síður kannski líka bara fyrir svona innri markaðssetningu og eins líka bara til þess að vekja svona kannski athygli á svæðinu og hvað Borgarbyggð og stendur fyrir. Það er svona heilmikil áskorun að fólk bara gera sér grein fyrir því hvar við erum og hvernig við erum. En þetta er hérna mjög skemmtilegt verkefni og verður gaman að fylgjast með. Takk fyrir þetta Magnús. Ég gef orðið laust fundargerð atvinnu markaðs- og menningarmálanefndar. Guðveig, beðum orðið, gjör svo vel Guðveig. Já, forseti og fundamenn, ég þakka formanni nefndarinnar fyrir þessa yfirferð. Mér langaði bara þarna undir fyrsta lið sem talað rafræn stjórnsýsla og upplýsingamiðlun og það sem talað nauðsynlegt sé að tryggja aðgengi að upplýsingum óháð þjóðerni. Þá langar mig að rifja upp og kannski geti það koma nefndinni að notum að á síðasta kjörtímabili var stofnaður vinnuhópur stefnumótun í málefnum nýbúa í sveitarfélaginu og þar var meðal annars tekið á og kannað nauðsyn þess að upplýsingar verða aðgengilegar á fleiri en einu tungumáli. Ég veit ekki hvort að þessi vinnuhópur var lagður niður eða hvað hann staddur en það bara rifjaðist upp fyrir mér þegar formaðurinn minntist á þetta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Guðveig. Eru fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs? Svo virðist ekki vera og telst á þessu fundargerð atvinnu markaðs- og menningarmálanefndar frá 24. fundi nefndarinnar framlögð. Þá eru komin að 30. lið á fundadagskrá. Það er fundargerð frá fundi fræðslunefndar Borgarbyggðar nr. 199 og ætla Magnús Mári formaður nefndarinnar að fara stuttlega yfir þá fundargerð. Já, forseti og gilda sveitarstjórn. Þetta er 199 eins og komið höfuð fram í fræðslunefnd. Fyrsti liður þar á dagskrá heitir aukið samstarf UMSB og skóla innan Borgarbyggðar. Við fengum framkvæmdastjóra UMSB inn á fundin sem var að kynna nýtt verkefni á þeirra vegum þar sem markmiðið að auka þátttöku barna í íþrótta- og tómstundastarfi. Það gengur út á það að svona kannski koma auga á þá nemendur sem ekki eru að stunda íþróttir eða tómstundastarf og með svona aðstoð skólana koma á samtali við þá og foreldra þeirra til þess að svona reyna að finna hvaða tómstundir og hvaða íþróttir gætu henta þeim, hvetja þá áfram og svona fylgja þeim betur eftir með samtali við þjálfara og umsjónarfólks tómstunda. Þetta þarf auðvitað að gerast með svona auknu samtali á milli skólana og UMSB og fleira en þetta er sem sagt eitthvað sem hafa verið gert í Breiðholti með góðum árangri og það verður að segjast að þetta er mjög svona jákvætt skref og það hefur sýnt sig að það svona er ákveðin hópur sem ekki nýtir sér þessa þjónustu og allir sammála að það væri mikill ávinningur fyrir þessi börn að vera virkari í þessu þannig að við bindum bara mjög mikla vonir við þetta samstarf. Annar liður á dagskrá var skólastefnan sem við erum að undirbúa
uppfærslu á eða við þurfum að endurnýja hana og við vorum með samráðsfundi með foreldrum og starfsmönnum og nemendum skólan okkar á dagskrá. Það hefur gengið brösulega og vorum svona komin í stellingar og fara að hitta fólk en ekki verið auðvelt í þessu COVID-ástandi sem hefur verið þó að það sé að lagast. Það var náttúrulega bara komið fram á vor og því ráðlagt að geyma þá fundi fram á haustið. Við erum hins vegar ennþá að safna að okkur upplýsingum punktum frá skólunum hvernig skólastefna sem nú er í gildi hefur nýst og hvað hefur komist í framkvæmd og við munum því bara fara á fullt í þetta í haust að nýta þær upplýsingar og eiga fundi með þeim sem eiga hagsmuni í þessum skólum. Þriðji liður er svo ytra mat grunnskólans í Borgarnesi en Júlía Guðmundsdóttir skólastjóri kynnti skýrsluna sem liggur núna fyrir þar sem ytra mat grunnskólans í Borgarnesi og þetta er eitthvað sem er gert af Menntamálastofnun fyrir menntamálaráðuneytið en það er bara skemmst frá því að segja að það er mjög ánægilegt að sjá að skýrslan ber með sér að það er mjög faglegt og gott skólastarf í grunnskólanum í Borgarnesi og það er mikið hrós og svona sýnir fram á mjög jákvæða niðurstöðu í þessu skóla sem við getum verið stolt af en auðvitað eins og alltaf þá snýst þetta að finna tækifæri til úrbóta og þau eru auðvitað líka til staðar og við bara hlökkum til að fylgjast með því áfram hvernig því miðar áfram. Þá var hér fjórði liður skólaakstur samningar 2021 en við fjölluðum einmitt þennan lið fyrr á fundinum þar sem var ákveðið að leggja til við sveitarstjórn að við myndum svo framlengja þessum samningum tímabundið 1 ár og fara svo í útboð ári síðar. Fleira var ekki hér, ég svara auðvitað spurningum ef einhverjar eru. Takk fyrir þessa yfirferð, Magnús. Eru einhverjir sem vilja kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð fræðslunefndar? Svo virðist ekki vera. Kannski bara taka undir með formanni nefndarinnar að það var ánægilegt að bæði að sjá hversu vel ytra matið er að koma út og þetta er bara ein fjöðrun í viðbót í hattinn fyrir skólana í Borgarbyggð en við höfum náttúrulega lengi verið mjög stolt af öllum skólum í sveitarfélaginu en það er alltaf gaman að fá svona viðurkenningu á að faglegi þættir séu góðir og óskum við bara til hamingju með þessa niðurstöðu. Eins langar mér aðeins að kveða mér hljóðs undir fyrsta liðnum og lýsi bara yfir miklum áhuga á þessu verkefni sem er þarna að frumkvæði UMSB. Ég held að þetta sé mjög þarft og við höfum reynt ýmislegt til að koma til móts við þennan hóp. Við erum með kynningar í skólunum og annað til þess að reyna að hvetja nemendur áfram og rýnt gögn sem er safnað saman líðan, bara hegðun og líðan nemenda, skólapúls og annað slíkt og það er náttúrulega bara rannsóknir hafa sýnt sig að það er bein fylgni á milli líðan barna og að taka þátt í virku íþrótt- og tómstundastarfi þannig að þetta er mjög mikilvægt og að sveitarfélagi reyna að styðja við þetta með þeim hætti sem við getum. En ég gef orðið afturlaust örstutt þessa fundargerð fræðslunefndar. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst því fundargerðin framlögð. Þá erum við komin að 31. dagskrárlið en þar að ræða fundargerð velferðarnefndar Borgarbyggðar frá fundi nefndarinnar nr. 115 og er hún hér með lögð fram til umræðu. Og Silja Eyrún Steingrímsdóttir formaður velferðarnefndar ætlar að fara stuttlega yfir þá fundargerð. Gjörðu svo vel, Silja. Já, forseti og aðri fundamenn. Velferðarnefndarfundur nr. 115 var haldinn 4. maí síðastliðinn og var hann á Teams. Hann er nú ekki mörgum liðum en einn liðurinn tók bara mjög langan tíma í umræðu og bara er mjög áhugaverður og þarf svolítið að hugsa vel Fyrsti liður var náttúrulega eins og alltaf trúnaðarbókin okkar. Annar liðurinn var umsókn kvennaathvarfsins um rekstrarstyrk fyrir árið 2021.
sem við samþyktum styrkja. Þetta náttúrulega kannski stofnun sem því miður notuð líka af fólki frá okkur og líka bara í ljósi umræðu í samfélaginu þá kannski þarf að líka styrkja þetta og stíga á móti fleira. Þriðji liðurinn sem var svona kannski það sem við vorum að ræða hvað mest og við höfum rætt áður kynning á móttöku flóttafólks. En María Ingibjörg, fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga, kom til okkar á fundinn og fór svona yfir þetta með okkur samræmda móttöku flóttafólks frá sjónarhóli sveitarfélagana. Og það sköpuðust bara miklar og góðar umræður þennan lið og við köllum svolítið eftir því að sveitarstjórn myndi sér svolítið skoðun á því hvernig við viljum og hvort við viljum koma að þessu verkefni einhver leiti og hvað við viljum þá gera. Þetta mjög stórt verkefni og þetta hefur stór áhrif á sviðið okkar, sem sagt velferðarsviðið, og það ekki að okkar mati kannski sveitarfélagið ekki í stakk búið til þess að fara í þetta verkefni að svo stöddu. En það þarf klárlega að taka umræðu og það þarf að marka sér stefnu til þess að það sé hægt að halda áfram að vinna að þessu. Það gengur ekki alveg nógu vel nefnilega að manna lausastöður innan félagsþjónustu en vonandi verður það bara til batnaðar í framtíðinni. Þannig að við getum kannski líka farið bara svolítið að skoða þetta vel. En það er líka ánægilegt að hérna eru 2 aðrir fulltrúar á nefndinni og fundinni þannig að þau getur kannski líka tekið undir ef þau vilja. Takk fyrir. Takk fyrir þessa yfirferð, Silja. Og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð velferðarnefndar. Friðrik hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Friðrik. Forseti og góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Mig langaði nú bara til að fjalla aðeins þarna styrkinn til kvennaathvarfsins. Þetta lítur nú ekki út fyrir að vera há upphæð, 120.000. Það samt hækkun frá því fyrra og einhvern tímann man ég eftir að við reyndum að miða við að við værum að borga svona með mannfjölda svipað og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og ég ætla að vona að við séum ennþá þar. En það er ástæða til þess fyrir okkur að athuga það. Þetta er starfsemi sem við erum að nýta og við þurfum að borga okkar part af því sem það kostar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Friðrik. Fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð? Guðveig Lind, gjörðu svo vel. Já, forseti og fundamenn, mér langar bara að taka undir það sem Friðrik var að nefna að ég mitt horfði á þessu upphæð og hún er ekki há og ég held að við gætum alveg skoðað það hvort að Borgarbyggð gæti lagt meira í þetta því að þetta er í rauninni þjónusta sem við treystum á fyrir bæði konur og börn í okkar sveitarfélagi. Við erum ekki með neitt samskonar úrræði hér í þessu sveitarfélagi þannig að ég held að við ættum alveg að sýna þakklæti okkar með þeirri starfsemi sem haldi út þarna og gætum örugglega gert aðeins betur til að sýna þennan þakklætisvott. Takk. Takk fyrir þetta, Guðveig. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Magnús Smári, svo vel. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn, taka til máls aðeins varðandi þennan liðum móttöku flóttamanna. Og ég og taka undir það sem formaðurinn sagði að við þyrftum eiginlega að taka umræðu á dýptina í þessu sveitarstjórnarfólk. Af því þetta ég mjög áfram að við berum ákveðna ábyrgð og þurfum að gera allt sem við getum til þess að vera hluti af þessu svona verkefni. Ég tek hins vegar líka undir það að við getum ekki gert það nema við séum klárlega í stakk búin til þess að gera það.
við gerum engum greiða með því að fara af stað í svona verkefni ef við erum ekki fullmönnuð og með alveg öryggi fyrir því að þetta verði vel úr garði gert. Það sem að mig langar til þess að við kannski reynum þá að skoða einmitt, og við höfum alveg talað það, við höfum verið að horfa upp á það að það verið erfitt að manna velferðarsviðið og við vitum alveg að það ákveðnar áskoranir í þessum málum og þá bara vil ég að við þurfum bara að spyrja okkur, hvað þurfum við til, hvað þarf að gerast til þess að við getum sinnt þessu málaflokki almennilega og svo B, það vel að við getum meiri segja, auðvitað með þeim stuðningi sem fylgir svona verkefnum, tekið á móti flóttamönnum. Og ef að fáum einhver vitran svör við því, fara að vinna að því auðvitað þurfum við að vera með þetta þannig úr garði gert að við getum vel sinnt þessu og að auki eigum við alveg að geta tekið svona verkefni að okkur því að við, það eru svona flestir innviðir þannig úr garði gerðir og auðvitað þetta því við munum ef rifið það upp hugmyndin var að þetta kemur til þar sem það laust húsnæði eins og til dæmis upp á Bifröst og möguleikin á að koma fólki þar í nám og að hópurinn sem kæmi þangað væri sérstaklega valinn til þess að komast í nám sem var einhvers konar háskólagátt á ensku þar sem að fólk væri þá komið með ákveðnu öryggi inn í íslenskt samfélag með menntun og fengi menntunina metna og þess aftar þannig að sú hugmynd brjálæðislega góð. Og í rauninni kannski fellur rosalega vel að þeim markmiðum sem að Ísland vill vera, að koma fólki inn á þessum forsendum og með þessum stuðningi. En ég vil að við absolutt einhvern veginn finnum leið til að ræða þetta að einhverju viti ofan í kjölinn, hvað þarf að vera til staðar þess að við getum tekið þátt í svona verkefni. Takk fyrir þetta, Magnús. Eru fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs undir fundargerð velferðarnefndar? Davíð Sigurðsson, gjör svo vel. Forseti, ágæta sveitarstjórn. Þetta nú að verða vandræðilegt hvað ég alltaf sammála Magnúsi núna. En mér langar að ræða aðeins þennan liðmóttöku flóttafólks og ég hef aðeins kynnt mér þetta verkefni sem hann aðeins kom inn á varðandi Háskólann á Bifröst og ég alveg hjartanlega sammála því að það væri frábært ef þetta gæti orðið að veruleika og ég alveg sammála Magnúsum með það. Við verðum að gera allt sem við getum til þess að það geti orðið og sjá hvað við getum gert til þess að láta þetta verða að veruleika. Takk. Takk fyrir þetta, Davíð. Ég gef orðið laust að nýju. Það eru ekki fleiri sem kveðja sér hljóðs og telst í fundargerð velferðarnefndar frá fundi nefndarinnar númer 115 framlagð. En þá erum við komin að síðasta leið á fundardagskrá og það fundargerð skipulags- og byggingarnefndar Borgarbyggðar frá fundi nefndarinnar númer 24 og ætla Guðmundur Freyr formaður nefndarinnar að fylgja henni stuttlegu hlaði. Gjör svo vel. Takk fyrir, forseti og ágætu fundarmenn. Stuttlega auðvelt að búa að afgreiða flesta liði þessara fundargerðar. En 7. maí síðastliðinn, á föstudaginn síðasta, fór fram 24. fundur skipulags- og byggingarnefndar og 19 mál voru á dagskrá og ætla ég að drepa á þeim liðin sem ekki hafa komið nú fyrir fundinum. Ég reyndar ætla ég að byrja á lið sem reyndar hefur komið aðeins fyrir fundinum við afgreiðum áðan. Það varðandi framkvæmdarleyfis umsókn skógrækt á Tungulæk og mér langaði bara svona að drepa á því að málið hafði áður komið fyrir nefndina og þess að nefndin óskaði þá eftir drögum að ræktunaráætlun því að skógrækt getur verið mjög mismunandi og í ræktunaráætlun kemur það fram nánar hvers konar skógrækt að ræða og svona upplýsingar sem eru mjög gagnlegar til þess að taka upplýsta ákvörðun málið. Svo komu þarna 3 erindi varðandi endurheimt votlendis og þar að ræða umsókn eða tilkynningu frá votlendissjóði þar sem fyrirhuguð endurheimt votlendis. Þetta eru stór svæði sem að ræða, 40, 60 og 80 hektara að stærð
en í aðalskipulagi kemur fram að endurheimt votlendis leyfileg, en eins og kemur fram í reglugerð þar sem kemur fram framkvæmdaleyfi þá á það við svæði sem að verða sem ásýnd breytist og við teljum að á svo stórum svæðum eins og að ræða hér þá sé óhjákvæmilegt að þetta komi inn í formi framkvæmdaleyfis umsóknar og jafnvel geti þurft að grenndarkynna ef að líklegt að breytingarnar munu hafa áhrif í för með sér gagnvart nágrönnum. Það var lögð fram skýrsla til kynningar, skýrsla Veðurstofu Íslands vegna mögulegs jökulhlaups úr Hafrafellslóni við Langjökul. Eins og við vitum að þá var þarna hlaup í fyrrasumar sem að hafði nú ekki miklar afleiðingar en það líklegt að þessir viðburðir geti orðið tíðari og í rauninni bara ástæða til þess að gera nánari greiningu og nefndin fól sem sagt skipulagsfulltrúa að gera eða hafa samband við Veðurstofuna og láta vinna svokallað flóðahermun og þá metum við í rauninni stærð áhrifasvæðis þessara mögulegu hlaupa. Það getur í sjálfu sér svo í framhaldi haft áhrif á hvar leyfilegt að hafa byggð og þetta eitthvað sem við teljum að verða að vinna. Nú svo fekk nefndin kynningu á verkefninu Smoothies. Þetta kynning sem að byggðarráð hafði áður fengið daginn áður en verkefni felst í greiningu þéttbýlis og unnið að mastersnemum í skipulagsfræði við Landbúnaðarháskóla Íslands og þetta er stórt verkefni sem hefur hlotið styrk frá, ég kann nú ekki nefna það tengist Evrópu, menntamálum í Evrópu, ef ég man rétt, og þeir töldu Borgarnes vera heppilegan valkost í þetta verkefni og svo munum við bara sjá hvort að þetta verði hvert þetta fer, hvort þetta verði að veruleika. Svo voru lögð fram umsagnarmál frá Alþingi sem að snerta skipulagsmál og að lokum var lögð fram fundargerð afgreiðslufunda byggingafulltrúa. Takk fyrir. Takk fyrir þessa yfirferð, Guðmundur Freyr. Ég gef orðið laust þessa fundargerð skipulags- og byggingarnefndar. Það enginn sem kaus á hljóðs, kannski ekki skrítið af því það búið að fara yfir mjög mikið af þessum liðum undir öðrum dagskrárliðum eins og Guðmundur kom inn á. En ef enginn kaus á hljóðs þá telst þessi fundargerð skipulags- og byggingarnefndar Borgarbyggðar frá fundi nefndarinnar nr. 24 framlögð. En kæru fundarmenn, þá dagskrá fundar tæmd og forseti þakkar starfsmönnum fyrir sitt framlag, sveitarstjórnarfulltrúum fyrir fundarsetuna og góðar og málefnalegar umræður og segir þessum fundi slitið.